Já, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld verður ýmislegt á dagskrá. Aftast í þættinum að þá höldum við áfram að fjalla auðlindin okkar sem verkefni, stórt klasi af ýmsum nefndum sem eiga búa til sátt sjávarútvegsstefnuna. Það hafa komið fram svona tillögur og þær fara mjög illa í marga sem hafa mikið fjallað sjávarútvegsmál á undanförnum árum. Þorvaldur Gylfason var hérna í gær og var þungorður, lagði til að við myndum búa til annars svona sátt sem væri að þjóðnýta stóru útgerðarfyrirtækin. Aftast í þættinu þá kemur Jón Kristjánsson fiskifræðingur sem hefur verið einn af gagnrýnendum sjávarútvegsstefnunnar lengi vel og ég ætla að spjalla við hann tillögur þessar nefndar eða þær tillögur sem hafa komið fram. Breki Karlsson, hann stendur í ströngu fyrir Neytendasamtökin. Neytendasamtökin voru að vinna og tapa vaxtamáli, ein af tveimur, tvö mál sem eru búin af 6. Ég spyr hann út í þau mál og líka önnur mál. Hann var nú líka vinnana mál. Hann fekk málfrelsi sitt aftur eftir að hafi verið háð gegn honum meiðyrðamál. Á síðastliðin 50 daga þá sátum við hérna 4 saman og spjöllum svona ástandi í samfélaginu og við erum svona alltaf að velta fyrir okkur að halda þessum þætti hérna yfir Rauðaborðið, að fá hingað alltaf 3 gesti á 50-dagskvöldum og núna á eftir koma hingað Ingunn Snædal, Jökull Sólberg Auðunsson og Halldór Auðar Svansson. Ég ætla svona að spjalla við þau bara átökin í samfélaginu og hvaða merkingar á bak við það, hvert samfélagið okkar að fara og hvernig þau svona túlka kannski svona fréttir dagsins og vikunar, hvað það segir okkur og hvert við erum að fara. En við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og það er nú María sem er búin að tína þær saman. Já, það er heitt í Karphúsinu. Já. Núna. Það eru búin að standa yfir fundir síðan í morgun. Reiknum með þess að heitt. Já. Nú eru allir fréttamiðlarnir stara á húnin í Karphúsinu. Já, býð eftir eitthvað fréttist. Hérna er fréttin á Vísi. Já. En ekkert að gerast. Einmitt. Það sem að síðast gerðist var að Sólveig Anna fór á fund með sáttasemjara, Ástráði. Já. Og nú er hann Eyjólfur, formaður Eyjólfur Árni, heitir hann ekki, formaður SA, komin áka inn líka. Já, já. Þannig að öllum líkindum að koma í ljós fljótlega, hvort það verði settur í gang viðræður. Einmitt. Dagurinn byrjaði með fréttum Morgunblaðsins af því að það veri skilyrðislaus krafa Samtaka atvinnulífsins að verkföllum yrði aflýst. Já. Áður en þeir myndu setjast til borðs og fara að ræða nokkuð skapanut. Já, einmitt. Og Halldór Benjamin hefur líka lýst því yfir að það kom ekki til greina að verða við það er svona aðeins mildara hljóðið í Eyjólfi heldur en í Halldór Benjamin. Já, þetta sé vonda og góðalöka. Já, þetta er svolítið góðalöka núna. Pínu þannig. Hann myndað sig með Sólvöðunum, skjálbrósati. Já, já. Sem að var ekki tónnin hjá þetta er þetta mynd, þetta er ekki þetta er ekki hann Nei, þetta er einhver Þetta er svo frábær mynd bara. Já. Þetta er einhver kall í Karpinu, þannig. Karphúsinu, kall í Karpinu. Já. En hún kemur með þennan mann með sér á fundi. Já, já. Nú eru þau, ég las einhverstaðar að þau væri ekki í bomberjakkonum lengur, Nú var það krafa SA. Ég veit ekki, það var allavega eitthvað það einhverstaðar. En í staðinn mætur hún með bara stóran kall. Kraftakall. Þau voru nú hérna í gær í jökkunum. Já, já. Örvar Þór var í svona jakka. Já, já. Það svo getur vel verið þessu ennþá í jökkunum og þau hafi bara ekki verið í þeim þegar eitthvað blað var að mynda. Þannig að þetta er erfitt að ráða í þetta. Það var byrjaði mjög herskátt þarna í Morgunblaðinu. Morgunblaðið er enda mjög herskátt og erum með fréttir af því til að stæðsti hlutin af fréttum Morgunblaðsins í morgun. Þetta var bara ein málsgrein sem að sagði það að Samtök atvinnulífsins myndi ekki vilja semja nema verið frestaverkvöllum og að þau vildu ekki ganga kröfum Eflingar sem var eiginlega bara krafa SA var að það að Efling bara leiði niður vopn og beygði sig undir þeirra kröfur. En þá var megnið af fréttaflutningunum það að Jón Steinar Gunnlaugsson hefði haldið einhverju fram að
til þess að þegar að sáttakennsla til að veri komið fram að þá til þess að fellana þá þurfa 25% félagana að fellana öðru leit að annars hún orðin að kjarasamningi og það sem að hún hafi gerið feld og það séu 2 vikur liðna frá því að hún var lögð fram og þá sé hún orðin kjarasamningur. Já, vill hann meina það? Hann vill meina það, Jón Steinar. Þetta var Mogginn að fjalla í morgun og svo var hann líka að fjalla það að sem hefur farið í tauganar á mörgum að Aðalsteinn gerði samning við Eflingu að hlíta dómi Landsréttar, þetta ekki áfríða til Hæstaréttar. Nei. Og Mogginn eitti alveg löngum og í gott ef ekki verið leiðari og fleira það að Ástráður ætti að áfríða þessu. Já, og þá verður verið að vonast til þess að Hæstaréttur komi aðra niðurstöðu sem ég veit ekki. Gísli Tryggvason sem svolítið ráðfært okkur við lögfræðileg málið þessu, hann oft kom hingað. Já. Hann sagði að þessi dómur væri þannig að hann hafði ekki neina trú að því að Hæstaréttur myndi dæma öðruvísi. Nei, einmitt. Hann taldi þetta verið bara tímamóta dómur sem myndi rata í kennslubækur. Já. Hann væri svo snjall og góður. Ég hlustaði einmitt á Gísla tala þetta. Ég held að einmitt, ég held að það sé svolítið til í því, að því hann var alveg vel rökstuddur þessi dómur. Já, ég kann ekki að dæma svona. Ég hef verið gaggrínandi, ég hef gaggrínt messur og allt svona, en ég hef ekki farið í dóma. Nema einu sinni, þá reyndar var ég í Hæstarétti þegar að Þórður Björnsson, saksóknari, var að flytja sitt síðasta mál. Já. Og Örn Klausen, ég held að báðir látnir þessi menn, var verjandi. Og það var hryllilegt morðmál. Já. Og ég skrifaði nú eitthvað þetta, en ég hef alltaf verið að hugsa að það var eiginlega að setja málflutning þeirra tveggja bara á svið. Já. Það var alveg stórkostlegt svona gaggríni. Það var þessi réttarhöld voru stórkostlegt sjó af miklum svona málflutningsmönnum. Já, og snerist ég segja nú hvernig seinna frá þessu að því að það tekur ganga tíma að útskýra þetta. Þetta snerist svona ákveðin svona bara grundvallar atriði það hvernig við horfum á refsingu og glæp og tilefni glæpa. Það náttúrulega skrifað alveg óheyrilegur fjöldi af bókum réttar mál í réttarkerfum og þættir alveg í langum bönum. Þarna í Hæstarétti þar bara tilbúið leikrit. Já, þú getur bara farið og horft á svona leikrit. Ég segi frá þessu seinna. Herðu, það ekkert að frétta ennþá í samkvæmt fjölmiðlunum. Allir stara bara á hurðahúnin á fundarherbyggi ríkis sáttasemjara. Það gæti verið að það yrði bara allt myndi springi loftu upp og þá líklega erum við að fara að sigla inn í eitthvað bara verkfall og það gerist ekkert og það verður gengið á stjórnvöld. Ég heyrði í Kastljósinu, þar var Katrín Jakobsdóttir að tala reyndar allt annað og ekki að tala hrun á fylgi VG, heldur var hann að tala hatursorða. En þá var nú meðal hann spurð þurfa stjórnvöld ekki að bregðast við þessu sem verkfallið, sem byrjaði í gær, í hátinu í gær. Af hverju þurfa stjórnvöld að það verkfall út allan heim? Af hverju lítið á verkfall að stjórnvöld verður bara að bregðast við? Það er náttúrulega, Halldór Benjamín búin að matreiða einhvern svona... En af hverju stjórnandi í Kastljós að taka það upp? Já, það er góð spurning, Það er eins og, ég veit ekki hvað þetta er gamalt fólk þarna í Kastljósinu sem að spyrja svona asnalega spurninga. Það muni bara ekki eftir verkfallum. Eða hvað er málið, vegna þess að auðvitað samt það er ekkit langt síðan Efling fór í verkfall þegar við voru að semja með borgina og eitthvað svona. Þannig að þú veist, það er ekki eins og þetta hafi ekki verið gert áður, en stundum hugsa ég bara það er eins og þau þekk ekki verkalýðsbaráttu. Katrín svarar náttúrulega svona, það er náttúrulega eðlilegt að aðilega vinnumarkaðins þau í karpúsunum semji og talar að það þurfi eiginlega bara þjóðaröryggismál til þess að sé gripið inn í. Já, hún talar það. Og hún talar að hún styðji verkalýðs vinnandi stéttir en ekki orðræðu Eflingar af því það hafi nú stór orð fallið. Já. Og maður spyr sig. Hvað er stór orðið? Já, það er góð spurning.
Þetta var í fréttunum, þetta var viðtal sem við tekið við hann í Hörpu, Já, en svo var hún líka að spurða þessu í Ég veit að Kastljósi. Halldór Benjamin lét mjög stór orð falla að hann myndi sko bara, það var bara með svona over my dead body attitude sko. Já, hún sagði, var spurða þessu aftur í Kastljósi og þá sagði hún einmitt að það hefði verið stór orð látið falla og af ýmsum aðilum. Já, sagði hún það, bætt hún því við, af ýmsum aðilum. Svo Trump. Já. En ég veit ekki hvað finnst þetta vandamál hvað það hafi verið stór orð í þessari deilu? Nei, ekki nema bara mér finnst sko samtök atvinnulífsins hafa verið bara sko þau hafa ekki lagt neitt fram, þau hafa sagt frá fyrsta degi að þau vil ekki gefa neitt eftir og þannig að þau eru raunin ekki að koma með neitt að samningaborðinu fyrir Eflingu sem slíka. Svanhildur Hólm, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, sagði í grein í gær að Efling var í stríði við almenna skynsemi. Er þetta stór orð? Þetta náttúrulega stór orð. Það eru stór orð sko frá henni og frá henni sem er yfir ferðaþjónustunni. En er það stór orð að segja að verkafólkið standundi verðmætasköpun í samfélaginu? Nei, það er bara sannindi. Svo mér finnst það að vera augrandi. Það er samt bara sannindi. Það er bara hérna, hvað maður að segja, það er bara svona almenn vitneskja, myndi ég segja. En svo náttúrulega er bara fullt af fólki það núti greinilega sem að ég búið að láta tella sér trú eitthvað rugl. Eða ég veit ekki, ég meina, er maður, já, þú veist, maður er farin að halda, sko, er maður að láta stór orð falla við að segja það? Ég veit ekki. Þú veist, er allt stór orð? Nei, ég veit ekki. Ef maður hefur skoðanir, Smári, bara ef við höfum skoðanir, það má ekki. Nei, ég veit ekki. Þetta trufla mig ekki, sko. Nei, ég segi svona. Þetta er orðið svo skrítið að, sko, maður bara skilur ekki alveg hvað er í gangi. Nei, það er umræðið í samfélaginu. Þetta er upplýsingaóraðan. Já. Herðu, en kannski setur ríkisstjórnin lög á þetta verkfalla því að það er svo stór orð í deilunni, en hún talaði að það þyrfti að vera eitthvað þjóðavá og þá er að spurning hvort að nú er byrjað að tala um heimilisleysi 2000 ferðamanna. Já, og það þurfi kannski að opna í fjölda hjálparstöð. Hver á að þrífa fjölda hjálparstöðina? Hver á að búa rúmin þeirra? Hver á að búa rúmin? Þau verða að búa þessu sjálf. Já, einmitt. En þetta er svolítið fyndið. Heldur að það getur ekki flokkast sem þjóðarvá. Það er náttúrulega hundleðilegt að vera eitthvað stað veglaus ferðamaður. Já, en þú getur líka bara alveg sagt þegar maður fara heim til sína því nema þau vilja vera bara í tjaldin í Laugardal. Ég var nú að benda á það að þetta fólk var ekki heimilislaust, þetta er heimeigustar. Það var náttúrulega heimeigustar. Og þá sagði ykkur, ég veistu hvað kostar að breyta miða og ég fór að skoða það búið hækka verðið. Það kostar svona 50 skall á 200.000 krónur fyrir 4 manna fjölskyldu að flýta ferðinni til Ameríku. Já, en ég meina af því að það er ekki hægt að vera á hóteli. Nei. Hvernig er það á hóteli ef ég býð á hóteli og svo sagt að það er verkfall og það segja ég skal bara þrífa sjálfur herbyggið, má ég þá vera áfram með það? Er það verkfallsbrot? Það er líka spurning sko. Ég veit ekki. Ég átta mig ekki alveg á því sko. Og þú lögin í höndum og svona í litla vaskinum hana? Nei, sem maður sér þetta alveg fyrir. Ég myndi alveg gera það sko. Ég gekk einu sinni frá París til Bordeaux og þá þegar maður er að ganga svona þá vill ekki bera mikið farangur. Nei. Þannig að þú kemur í náttstað og þá þværðu öll fötin svo eftir í og hengir þau upp í sturtu hengir og svo ferðu í hinn fötin og ferður að borða. Þannig að ég veit ekki. Nei. Ég hef ekki munað að þrífa af rúminu í leiðinni sko. Einmitt. Fólk þarf bara svona að einhvern veginn aðlagast þeim aðstæðum ef það eru verkföll í landinu. Ég er að spyrja hvort það sé verkfallsbrot ef að gesturinn þrífur sjálfur herbyggið. Það var nú bara einhver þáttur sem ég horfði á hvort það var hann að leitina upprunanum með eitthvað. Þar sem að fólki var að ferðast eitthvað að leita einhverju konu og það voru engin leigubílar þegar hún bjó einhverstaðurinn í Frumskóginum og það var bara húka fari hjá einhverjum mótorhjólagaur. Ég meina fólk reddar sér bara það er í útlöndum í einhverjum ævintýrum. Það heldur að vera ekki paníkástand í samfélaginu með 2000 túrista geta verið rosalega reiðir. Já, frekir og reiðir, ég veit það. Sérstaklega ameríski túristar. Já, ég veit það. Já. Þannig því alltaf að breyta matselunum. Já. Ég ætla að fá þennan rétt en sleppa þessu og fá þetta í staðinu. Einmitt. Fólk var að brjála þegar það var veðurtæft hérna manstu daginn þegar Reykjanesbrautin var lokað og fólk fekk ekki flug og eitthvað svona, það var allir brjálaðir út á flugvelli, útlendingarnir. Þannig að
Herðu, en þetta eftir að koma í ljós og kemur bara í ljós núna eftir því að svo það náttúrulega eftir það sem aðalmálið með þetta það hvort að sé komin annar hljóð í fyrirtækjaeigendur því það hlýtur eiginlega að vera þannig að því að kostnaður við það að ganga kröfum eflingar lítill miðað við tapið sem mun verða á þessu verkvalli og það getur ekki annað verið en að séu einhverjir sem eiga einhver fyrirtæki hérna séu að ringja í Eyjólf og segja við að nú ferðu bara í Karphúsið og semur ég ætla ekki að tapa hér einhverjum milljörðum króna á einhverju anskotar sterringi í honum Halldóri Benjamín við hana Sólvíku við bara gangi frá þessu það hlýtur að vera eitthvað svona mismunandi tónn í þessu Já, ég held að hljóta að vera ég held að hljóta að vera og ég held líka sko núna til dæmis eru líka ég meina það var einn frétt að forstjórinn hjá Skeljungi sem 19 miljón krónur á mánuði og eitthvað svona Ég fann mynd á honum Já, eigum við mynd á honum Laufey geti skellt upp mynd á honum Já Þetta hann Já Veistu hvað þessi maður heitir? Já Og hvað heitir hann? Hann heitir Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason Þetta er bróðir utanríkisráðherra Þetta er bróðir utanríkisráðherra Og hann er með 19 miljónir á mánuði Já Það eru svona 50-föld lagstölun Já, einmitt Það var einmitt Þetta er öfulega hópmynd ef þú skoðar hana, þá er þetta mynda 50 verkamannum 52 verkamannum Svona eru þeir þegar koma saman Já, einmitt Þetta er svolítið magnað sko Þetta er svolítið magnað En þetta, hann er með þetta á mánuði en svo var hann auk þess með kauprétt á 1 milljarði Já og ég held að þetta er skel sem áður hér Skeljungur og það eru mennir í verkvalli út inn í þessu fyrirtæki þessar skel á Skeljung og þar eru menn í verkvalli sem er að keyra oljuna En ég var einmitt að hugsa sko því að nú bara var komið svona frétt á Vísi eða eitthvað svoleiðis að þetta væru 52-föld laun verkamannina sem keyra eða bílstjórana Já, það var eitthvað minna þegar tóku sko bílstjórana bílstjórana, en það er sama þetta var svona sympatísk umfjöllun í garbílstjórana sem að kemur annars lagið Já, og sérstaklega kannski Við erum ofta að tuða yfir hvernig fjölmiðlarnir tala Já, en það er kannski sérstaklega gagnvart einhverjum svona köllum og kallastörum þá kemur svona meiri samúð í samfélaginu heldur en þernunum hótelþernunum og eitthvað svona Já Annars var þetta fjölmiðlan og þá var ég að skoða því ég var að leita að einhverju sem var sagt að hefði verið í bítinu man ekki alveg hvað það var sem ég var að hlusta og þá skoðaði ég sko við hverja þeir hefðu talað og Reykjavík síðdegis og þeir hafa talað við Jón Steinar Já, þeir töluðu við Jón Steinar Þeir töluðu við Láru Vaff Þeir töluðu við þeir talaði eiginlega ekkert Þetta er náttúrulega bara svona hægri sinnu stöð sko Algjörlega Það er engin krafa hjá þeim að vera með svona sikkot sjónarmið. Nei, og þeir eru náttúrulega bara eflingamæðurinn sem hringdi inn hann í gerð, þeir bara skelltu á hann leið og þeir fengu tækifæri til þess. Og svo voru þau með fréttir af því sko hvað verkvalli myndi hafa slæm áhrif. Já, og svo fólk sem að segja því að bara þetta sitta lög át á verkvalli. Þannig þessu bara hamraði gegn sko. Já, einmitt. Sem er bara ótrúlega skökk. Ég hvet fólk til þess að þau trúum ekki, bara farið inn á það heitir útvarpin á Vísi og þá getið þið valið flokkar og veljið bítið og Reykjavík síðdegis og skoðið hvernig umfjöllunum er. Það var enda að tala við Sólveigu Önnu í bítinu á mánudaginn, það var áður en að dómurinn féll í bítinu og þá var líka að tala við Aðalstein. En annars er þetta bara þetta fólk sem hefur verið að með upplýsingaóreiðu í umræðinu það hvað er löglegt og hvað er ólöglegt í þessu. Það er náttúrulega komið þarna Ásmundur Stefánsson og Lára Vaff og er alltaf að halda fram einhverju sem síðan reynist... Þau eru náttúrulega bara að valda rosalega upplýsingaóreiðu. Sem síðan reynist bara að vera ránt. En samt er alltaf áfram að tala þetta fólk. Herðu, en það var einn könnun sem var núna í morgun. Það var eiginlega 2 kannanir. Það er einn sem var í morgun sem er árleg könnun Gallup, eða hvað það sé ekki Traust á stofnunum. Þannig sérðu að það er að lækka allstaðar og þetta er einhver leiti er þetta áhrifin frá COVID, nú COVID farið það er COVID bjóti svona samstöðu og við getum sért þannig að alþingi hérna 3. neðsta það lækkar 11% stig þetta er þetta ekki prósent þannig að það var í 36% og komin í 25
og þetta áhrifin að því að þessi trú, þessi sem að vera í COVID, þetta traust sem að koma stjórnvöldum og þessum stjórnvöld voru alltaf í kastlausunum inn í fréttunum að segja að þau vera að passa okkur, að nú það farið og við erum svona venjulegt ástand og vön spillingaskýslum Íslandsbanka og fiskeldið og whatsoever og þá var þetta komin í 25%. Fyrir nokkrum árum þá var ég að skoða þetta í samanburði við Norðurlöndin og þá var sko tiltrú Norðurlandabúana á sín þjóðþing svona 60-65%. Og ég veit athyglis að því ég var að tala við hann Þorvald Gylfason og ef við hafi ekki hort á viðtalið við hann í gær þá getum við hort á það inn á YouTube og á síðunum okkar. Og hann var einmitt að segja að Ísland væri svo líkt Rússlandi og meðal annars út af þessu að almenningur hefði ekki trú á stofnunum samfélagsins og stjórnkerfinu og bara í tengslu við innrásin í Úkraínu þá hefur við oft talað við fólk sem þekkir til í Rússlandi og lýsir þessu að þú veit í Rússlandi þá ertu bara orðið vanur því að þú ert hættur að þú hefur enga trú á stjórnvöldum og þú er líka búin að missa trúin að þú getur haft ykkur áhrif á stjórnvöldum. Og þetta er náttúrulega það sem að grefur undan traust í samfélaginu og er ótrúlega alvarlegt. En er það ekki bara svona einkenni á svona nýríku samfélagi? Heldur það sé ekki það? Nei, ég held þetta sé að við höfum orðið fyrir falli við hrunið og það hefur ekkert breyst síðan. Þetta sé hrun. Þetta skánaði aðeins þegar það gekk yfir heimsfaraldur. En þú þarft eiginlega heimsfaraldur til þess að Íslendingar sé ekki bara með samskonar trú á stjórnvöldum hér og Rússar. Og þetta hefur komið fram líka í könnunum spillingu. Þar benti Þorvaldur á að við erum einhvers staðar í sæti held ég 24 eða 5. Bandaríkin er í 27 með sitt margfræga spilta stjórnmálakerfi. Þannig að við erum raunverulega í mjög alvarlegri stöðu og ég er að eyða orðum á þessu vegna þess að Katrín Jakobsdóttir var í Kastljósi í kvöld að tala hatursorðræðu og svona traust í samfélaginu og hún ætlar að byggja það upp en ég held að sá sem er eiginlega aðal kóngurinn hann er á Alþingi eða drottningin með 25% traust þjóðarinnar sé engri aðstöðu þess. Nei, ég held að hún kannski ofmetur stöðu sína daldið alvarlega mikið. Hvernig hún ætlar að geta byggt upp traust með svona mikið vantraust í sinn garð og ríkisstjórnarinnar. Já, og svo sést þarna minna traust til að sjá þjóðkirkjunni sem er rinjandi. Komið nýri 27 er það bara detta í það sama á Alþingi. En svo alltaf neðst, ég held að einu sinni gerst að bankakerfi fór neðar heldur en borgarstjórn Reykjavíkur sem er 30%. Já, borgin er alltaf rosa neðarlega. Ég held að fólki sem er þar í pólitíkinni eins og Dagur B. og fleiri verði bara að hugsa þetta að það er ekki hægt að starfa, þú getur ekki starfa sem með svona lítið traust. Nei, einmitt. Þetta er svolítið svona kannski alvarlegra heldur en að þetta fólk gerir sig grein fyrir. Já. Alþingi er á svipum stað og Richard Nixon var með, það voru 25% bandaríkjamanna sem hafði traust og honum þegar hann flög í burt á þyrlunni. Já, og hvað er, við erum að sjá það reyndar erlendis núna, það eru 2 konur búin að segja af sér við það að traust er að minnka eða ekki bent traust, já, kannski fylgið er að minnka og eitthvað svona, það er kannski ekki bent traust. Mér þetta verið að svipað á það sem að Katrín er að halda fram. Já. Sem að hún segir að umræðan graf undan trausti en ef að það er ekki traust á stjórnmála elítunni eða valdastéttinni að þá brýst hún meðal hans fram í harðri orðræðu vegna þess að fólk upplifir ekki að stjórnmálinn sé að gæta sinna hagsmuna og hvort kemur undan ekki það hænan. Nei, það sem ég er að reyna að segja er sko íslenskir stjórnmálumenn segja aldrei af sér þó að það sé eitthvað svona fylgistap eða traust eða eitthvað svo leiðs. Já, Steingrímur Jóð. Steingrímur Jóð. Já, það er 2013. Þegar það leit út fyrir þess að VG myndi bjóða af. Hann sagðist aldrei, samt að hann viðurkenndi aldrei hversna hann væri. Hann steg til hliðar fyrir Katrínu og hann sagði aldrei að hann væri að segja af sér að því að. En þetta er eins og mikið vandamál á Íslandi, til dæmis á Norðurlöndunum er það þannig að það er miklu meira ríkjandi hugmyndum að ríkið sé að gæta almannahagsmuna. Við erum ríkið, þess vegna eru fólk jákvæðra við að borga skatta, að því að trúir því að það sé rétt ráðstafað. Þessi tilfinning er mjög ríkjandi á Íslandi. Og þar með er lýðræðiskerfið. Þegar að almenningur er með til sveitastjórnar, 13% ber traust til sveitastjórnar
og 25% þjóðþingsins. Við erum bara fallen state. Já, einmitt. Og það minnst það alveg furðulegt að við þessar aðstæður þá kemur forsætisráðherra sem er eiginlega sko aðal leiðtoginn í þessu sem er hrunið komið fram og sé að tala að vandamáli sé eitthvað sko kommentakerfin á DFF eða þeir sem að hringin í útvarpi sögu. Já, einmitt. Ég bara eins og þeir leiði kerfið eða almenning skilur einhvern veginn þetta er svolítið svona miskilingur kannski. Ég var ritstjóri í Galanda og þá voru blaðamenn komið stundum og kvörtuðu yfir svona hörðum viðbröðum og ég sagði það bara fylgir því að vera með starf þar sem að við erum gefum eitthvað dót út verkið þín liggja fyrir hund og manna fótum út allt samfélag. Það fylgir því að sko fólk eru reitt ringir í því þannig að þú getur yfir ekkert svona reyna stöðu til þess að vera eitthvað sári yfir viðbröðum fólks. Þú eru bara að kyngja því. Sko. Og ég held að maður segja það við stjórnmálafólk. Sko. Það sé að koma fram, það sem er að ráðskast með, með líf okkar, það sem er til dæmis eins og ríkisstjórnarfólkið, sem er bara linnulaust að hafna því að bæta kjör fólk sem bara ávalla fyrir mat og svona, að það sé að kvarta eitthvað yfir að þessi stór orðlátu að falla. Það hefur ekkert alveg efna því að kvart undan einhver svoleiðis. Ég held að það er bara ekkert en stöðu til að gera það. En það var annað sem að var konun í gær sem að við nefndum eitthvað aðeins í gær. Ég held að við höfum ekki tekið til eitthvað. Það var svona spurningum svona hatursorðræði sem að var á vegum fjölmiðlanefndar. Já, einmitt. Og þá kom fram að fólki er mjög illa hvort við annað á Íslandi. Mörgum illa við fólk sem er á móti bólusetningum. Já, 58% Íslendinga segist vera illa við fólk sem er á móti bólusetningum. Við töluðum við eitthvað þetta í gær. Ég er ekki vissum við eitthvað farið inn á það en við vorum eitthvað að ræða þetta held ég. Og fólk er á móti fólki sem afneitar loftslagsvandanum. Já, einmitt. Og það var ekki niðurstaðan svolítið að sko það er í raunverulega góða fólkið sem er hatursfyllra. Það er náttúrulega þeir sem eru á móti bólusetningum. Það kemur til þetta fram í sem eru á móti bólusetningu barna er eitthvað svona 4%. Og það er eiginlega innan allra marka. Það er allt í lægi að sko 7% neyti. Það er allt í lægi einhver svona pínlítill hópur. Já, ég man ekki alveg tölunar. Mér finnst þetta alltaf einhvern veginn eins og við verðum að leyfa einhverju pínlítillum hóp að sko vera, þú veist, servitur eða hafa bara, það skiptir engu máli. Þó einhverju örfái foreldrar vil ekki bólusetta börnin sín. Við erum ekki fara að fá berkla á alla leikskóla eða eitthvað fyrir vikið. Ég held að sé minni með tölunar að einhverju hafi svona sérfræðingur verið að tala um þetta. Að minna tölunar séu þannig að það þurfa að vera yfir sko 7 eða 8% sem ekki bólusetta sig fyrir rauðum hundum til þess að það hættulegt. Og það er eitthvað 3 eða 4% sem eru á móti bólusetningu. Og það bara skiptir engu máli. Það skiptir engu máli. Þannig að þeir sem að ganga með hatur ganga þeir sem vil ekki bólusetningar eiga bara að sleppa því. Já, ég veit það. Því ég held að þetta sé bara, svona er bara mannfólkið. Það er alltaf einhver prósenta sem að sko er á skjön við hina. Og það er bara allt í lagi. Ef það væri ekki, þá væri heldur engin sko, ég held að við hefðum ekki sko bara kreativitet eða svona sköpun í, þú veist, fólk myndi ekki finna upp á neinu nýju ef það væri allir alltaf bara sammála. Og líka svona eða það væri aldrei neina átök. Anstíkilegar hugmyndir eins og rasískar hugmyndir og eitthvað svona. Og þeir sem að kannski sýna þær hringinn í útvarpi sögu og bara dæla út þessu rasisma. Kannski er það ekki sko hættuleg rasismi. Nei, það er nefnilega held ég ekki. Einn kall á Flateyri sem er rasískur, heldur er það miklu hættulegri sko hinn mjúki faldi rasismi sem að litar allar stofnanir okkar. Já, akkurat. En þessi kerfislægi rasismi. Já, en þessi svona hugmyndum að nappa eitthvað fyrir að vera rasisti eða lofslags afneitari eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki. En þetta með að góða fólki vera hatursfyllra, það er að því að sko það eru fleiri með viðteknar skoðanir og inn í þeim hópi segast fleiri ekki bera, ég man ekki, þetta er eiginlega að vera illa við fólk sem er með móti bólusetningu. Sértækar skoðanir. Þeir sem eru sko á móti bólusetningu, þeir eru kannski bara 3 eða 4%. Þannig þeir get ekki mælst, hatur þeirra getur ekki mælst í þessum könnum. Nákvæmlega. En það kom samt fram held ég að verið eitthvað 6 eða 7% sem var illa við feminista. Já, ok. En það voru 12% sem sögðust vera illa við kjósendur Miðflokksins. Já, einmitt. Það er að sömuleyti.
fleiri sem illa við, ætli það séu feministarnir? Ég veit ekki, en næstur og heyrir Sigmund Davíð koma fram í viðtöl, hann er alltaf að tala hvað margir að ráðast á sig. Þá hefur hann eitthvað í sér því það eru miklu fleiri, hann verður miklu meira var við hatur og sér, heldur líka nokkur annar maður, því hann afneitar loftslagsvanni. Já. Hann er með svo rosalega sértakar skoðanir. Hann er með útlendingaandur. Hann er bara fullt af fólki sem höndlar það ekki. Nei, höndlar hann ekki, sko. Nei. Þess vegna er það alveg skiljanlegt þegar hann kemur fram og eiginlega grætur yfir hvað er mikið hatur í samfélaginu gegn sér. Og þeir góða fólki horfir á það og segir, byrju, hvað er þú að hvart yfir haturinu? Það er þú sem er hatursfull. En málið er að hann náttúrulega upplifir andúð allra hinna. Nákvæmlega. Greikallinn. Erum við með meira? Við erum búin að tala allt og mikið, sko. Ég er líka með fólk sem ég ætla að tala við. Þú ætlar að tala með fólkinu eftir. Já, svona ástandi í samfélaginu. Já, þú vilt ekkert fleiri fréttir. Já, ef þú ert með eitthvað skemmtilegt. Já, Landsnet greiðir 3,6 milljarða í arð til ríkissjóðs. Já, mér finnst það merkilega því að sko, þetta er orðið svo mikið sem er svona. Landsnet bara dreifir rafmagnina. Já. Og hefur svo mikinn hagnað að það geta borgað 3,6 milljarða til eiganda sinna sem er Landsvirkjun og ég held að Orkuveitan eigi eitthvað smá. Já. Af hverju má ekki bara vera ódýrara að dreifa rafmagni? Ég segi það. Þetta er eins og þú veist bankanir. Aldrei fagnaði að gott að þessi að borga 8 milljarða í hafið bara lægri vexti. Já. Og Orkuveitan er að dæla eða leggiði fleiri lagnir eða græfiði fleiri brunna og haldiði innviðanum í lagi. Orkuveitan er að borga sko fúlgur inn í borgarsjóð, bara leggiði rafmagnið. Við eigum þetta, við ekki bara ódýrt rafmagn. Nákvæmlega. Ódýrt að hitaveitur, má ekki vera bara lýsa þessu borgina. Ég er svo náttblindur og ég sé alltaf neitt. Ég er þannig líka, ég er bara hættulega að keyra á kvöldin. En þetta er bara óskilinlegt. Það er ekki, sko þetta með svona almannarekstur á þessum innviðum, þetta er allt rekið eins og einhver svona gróðafyrirtæki og með svona áhættustýringu og einhverju svona áhættu handbókum og einhverju svona rugli, sko. Og þú átt að vera ánað sem kapitalískur eigandi að Landsneti, þannig að þú færi arðin út úr þessu, en það er náttúrulega þú sem að borgar sko gjöldin. Saman með Orkuveituna, þú borgar rafmagnsreikningin. En það sem að gerist náttúrulega við þetta að þið opinbera sveitarfélögin og ríkið er að fá inn svona arðgreiðslur út úr þessu fyrirtækjum sem eru rekin alveg og vera sama okrin og allir hinnir. Það sem að þetta er náttúrulega riðlar öllu sko tekjuöflunarkerfi ríkissjóðs og þess að venjulegt skattkerfi þannig að þú tekur mesta skattin á þeim sem eru mest aflögufærir, sem eru ríkastir og með hæstu tekjurnar, en minna af hinum. En öll svona gjöld virkar náttúrulega eins og krónugjöldin, hann hefur leggjast jafnt á alla hina og tekur það til viðbóta síðan við hvernig lífeyrissjóðakerfið okkar er. Það sem að eru 15,5% af launatekjunum renna í lífeyrissjóð, flatt á alla, á það sem er fátækur og það sem er ríkur. Að okkar skattkerfi náttúrulega er mjög beglað út af þessu og ég ætla að reyna að meta eitthvað hvað þessi okurgjöld orkufyrirtækjanna, bankana og fleira hefur áhrif á skattkerfið. Já, einmitt. Taka það bara sem eins og kurjaðara skattendur. Skoða það eins. Já, því ef þið opinbera á bankana og ef þið opinbera á orkufyrirtækin innheimtir óþarlega mikil gjöld þannig að það situr eftir ykkur stjartfræðilegur hagnaður og greiðir það síðan inn í ríkissjóð sem arð, þá er það náttúrulega bara skattemda. Já, einmitt. Herðu, það var samráðsþing í Hörpu innleiðingu samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks í dag, ég var þar og Katrín Jakobsdóttir mætti þangað og hann var náttúrulega, við Katrín vorum þar. Jú. Og hvað var þetta? Það er búin að vera nefndir eða svona vinnuhópar starfandi til þess að svona taka stöðum á hvað þarf að gera til þess að innleiða samningin inngildan í rauninni algjörlega. Hvað vantar upp á? Það vantar náttúrulega ýmislegt upp á. Það er, þú veist, það þarf að, það er sagt í samningnum til dæmis að það þurfi alltaf að vera að tryggja það að fatlað fólk, lífsskilyrði þess fari batnandi. Það er ekki það að bara laga tekjur þeirra punktur og eitthvað heldur. Það er alltaf að passa og vera tánum að lífsskilyrðin séu batnandi, þannig að lífeyri má ekki dragast aftur úr. Það þarf einhvern veginn að tryggja það að kerfið fungeri sem það hefur ekki verið að gera. En má hann vera svona lári upphafi? Nei, hann má það náttúrulega ekki. Hann þarf að vera skikkalegur. Það byrja á því að hækkan og svo þarf bara að passa það
öll viðmið haldist og þú veist, öryrkjabandalagið þurfi ekki að fara alltaf á nokkrar fresti í einhverja geðvika herferð til þess að ná upp þessu gati sem er komið aftur. Þú veist, þannig að það þarf ýmislegt að gera hvað var að það þarf að einfalda kerfið og... En ætlar ríkisstjórnin þá nokkuð að gera þetta núna þessu kjörtímabili, það ekki bara haldið þessu í nefndum og láta næstu ríkisstjórn? Jú, en þessi vinnuhópar krefjast þess að þetta veri gert svona megnun til allt saman fyrir, í lokás, verið búið að gera þetta í lokás 2024, þannig að en við sjáum til, ég stóri ef að stjórn fylgi því eitthvað eftir, en það allavega uppi svo krafa. Þú ert ekki bjassin eftir daginn? Sko ég er sko ána með að þessi vinna sé byrjuð, vegna þess að þetta er byrjun á einhverju, en hvort sem að það veri þessi ríkisstjórn eða einhver önnur sem að annarkvort haldi áfram með málið eða ekki, að það verður bara komið ljós. Ég einhvern veginn þóri ekkert að vona neitt, af því það var til dæmis einhver sem að lýsti því þarna, það var held ég hvort það var framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins sem að lýsti því einmitt að fyrir 16 árum síðan að þá fættist barn og því var lofað að þessi samningur yrði innleiddur og og lögfestur og allt það, og það hefur ekki gerst og barnið er búið að vera á leikskóla og grunnskóla og það er komið inn í framhaldsskóla á 17. ári og það er ekki búið að gerast. Það átti líka að vera komin ný landsspítali Já, ýmislegt sem átti að vera búið að gera. Ég ætlum ekki að nefna Sundabraut í þessu samhengi, en hún átti líka að vera komin. Hvað er það barn árið gamalt? Ég held að það var eitthvað 96 eitthvað. Það bara er ekkit barn lengur sko. Nei, einmitt. Komum kostningarétt. En allavega það hefur ekki kannski með svona mannréttinda að gera, þetta eru mannréttindamál. Þannig að þú ert svona temmilega vanglóðum að þessi ríkisstjórn á að klára þetta á þessu kjörtímabili. Já, við skulum bara sjá hvað setur. Svo eru menn sem haldaði fram að verið kosið í vor. Já, svo eru menn sem haldaði því fram. Þannig að þetta... Ekki margir, en einhverjir. Þannig að við sjáum hvað gerist. Herðu, við erum búin með fréttir dagsins ekki? Já. Herðu, við ætlum að taka örstutt hlé og svo koma hingað spekingar og spjalla eftir augnablik.
Það margt í gangi í íslensku samfélagi, það svona átök í því og til þess að reyna að skilja þá hingað komna 3 manneskjur. Það Ingunn Snædal sem ljóðaskáld, Halldór Auðar Svansson sem ekki varaþingmaður. Jú, það ég. Og Jökull Sólberg Auðunsson sem alltaf ráðgjafið, ekki? Jú. Það mjög... Það langt síðan ég var í því samt. Það svolítið gott starfsætti. Svona festist erindriki. Já, það spyr enginn frekar út í það. Það spyr enginn út í það. Það bara stopp þar. Herðu, en það mikil deila og mikil spenna. Það til dæmis, ég með opið hérna netmiðla og það allir fréttamenn landsins að stara á einn hurðahún sem á herbergi ríkissáttasemjara, þar sem að Eyjólfur Árni, formaður SA og Sólveig Anna eru inni hjá ríkissáttasemjara. Já, þetta svona fréttir að því að sé ekkert að frétta. Nei, það svo spennað þannig inni. Má ég byrja á þér, Ingunn, finnst þér skipta máli hvað kemur út úr þessu? Þetta mikilvæg deila? Svo mikilvæg. Ég fylgist aldrei með þessu. Ég svona held einræður við kaffiborðið heima hjá mér að því að aðrir á heimilinu kannski ekki alveg svona brenn ekki eins fyrir þessu og ég. Ég náttúrulega bara ekki fulltrúi láninu fólks, ég bara einhver venjuleg miðlstéttar kona, sko. Ég verð bara að fylgjast með þessu sem ég. Eins og fólk flest. Já, en ég bara stend svo með þeim og ég held, sko, í mínum bergmálshelli, við erum að ræða þetta við vinnir, í mínum bergmálshelli standa allir með þeim. Já. Og ég sagði það með eina vinkonu mín gær, ég vona svo heitt og innilega að það sé þannig út í samfélaginu, af því að það ekkert að marka það sem maður sér á sinni eigin síðu, sko, og það sem maður sér í sínu eigin nærumhverfi, en ég af því að mér finnst þetta skipta svo rosalega máli fyrir okkur öll. Af hverju? Finnst þér bara þið langa til að þau vinni? Við búum á Íslandi, þetta er eitt ríkasta land á jörðinni á 21. öldinni og við erum ennþá að sæta okkur við það að fólk sé að vinna baki brotnu og það á ekki fyrir lágmarks framfærslu. Nei, ég meina, come on. Það gerir, og það gerir ekkert með að breyða á orðið arðgreiðslur og þú veist, misskiptingin sem að hún bara vex og vex einhvern veginn. Ekki segir Bjarni Ben það. Jesús, menn ekki nefnan. Það trullist ég. Ég get ekki eins og horta á hann. Nei, ég meina, ég leyfi mig bara það, ég bara hef mjög heilbrigða fyrirlitningu á mörgu af þessu fólki og hún bara tölverð, sko. Ég skil ekki hvað samfélag við erum að byggja upp, ég skil ekki í hvað átt við stefnum og ég hef ekki skilið það í mörg ára tugi jafnvel. En skilur þá hérna, við vorum að fara yfir hérna traust á stofnunum, að bara Íslendingar eru eiginlega bara á pari við, ég segi ekki Rússa, en svona Austur-Evrópu þjóðir sem hafa rosalega svona veika trú á stjórnvöldum og stjórnmálakerfinu. Ég skil það sem einhvers konar kona sem hefur verið alla mína ævi eða hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið við völd hérna. Manni fallast ansi oft hendur og maður bara til hvers. Ef að þeir ætla bara að vera áskrifundur alltaf á sínum 25% og við getum aldrei breytt neinu. Þau voru nú eins og áskrifundur á 35 og 40%. Ég veit það, bara þetta. Góður hluti gerast hægt og allt sem þeir eru að gerast full hægt. Ég er alltaf að býta í byltingu. En sko, svo bara dóttir mín 22 og hún mitt sko, svolítið pólitísk svona, allavega svona meðvituð og hún var að segja mér sko, í síðustu kosningu svona sko, vinir hennar sko, þeir bara kjósa ekki. Og þeir bara nennlegs ekki, svo menn líka, unga fólki svolítið einhvern veginn slegið niður á COVID og slegið niður á loftslagsmálunum og slegið niður á allu og það sér engan tilgang. Og þá erum við búin að tapa. Við verðum að fá þau til að vera með. Halldór, þú nú pírati og píratar eiginlega svona fólki sem kaus ekki. Það svona, var þannig í upphafi. Ég kaus ekki áður, mennari. Jú, mikið til held ég, mikið til. Náttúrulega sprotnir upp úr þessu eftirhrunsungari. 2013 var alveg aragrúi á flokkum í framboði. Píratar svona einu af þessum, hvað skal segja, öðruvísi flokkum sem komst upp úr því og náði að lífa af einhvern veginn. En með þessar kjaradeilum, mér finnst þetta, og baráttu Eflingar, mér finnst þetta mjög áhugavert og mikilvægt og ekki síst sko út frá þessum lagalegu vendingum og þessum sko tilburðum ríkissaksóknar á hvernig hann einhvern veginn tekinn svona með krókbræði, segir maður það ekki, glímubræði komið svona óbeint að honum með það að neita bara að afhenda félagatalið og þá er ekki hægt að
Það var eiginlega hálf ótrúlegt. Já, og þá bara ekki takt að framfylgja miðlunartillögun og þá það sjálfdautt og þar með eru lögin bara þannig að það ekki hægt að leggja fram miðlunartillögu sem sátt annar aðila sem hefur verið lagaframkvæmdin. Það sem hefur verið. Já. Þannig þetta breytir engu í framkvæmdinni á miðlunartillögum. Ekki eins og hún hefur verið, en þetta breytir því hvernig ríkisátta sem í vara. Já, hann ætlaði að breyta hefðinni, en honum tókst það ekki. Þannig að það finnst mér mjög áhuga. Ég veit að Jökull og Halldór hafa áhuga á lagaflækjunni. Finnst þér þetta skemmtilegt svona þessi njála sem inn í þessari deilu, svona lagaflækjudeilan? Það sjálfsög finnst mér skemmtilegt. Því að þetta snýst valdátök líka. Ríkissaksóknari að taka þann afstöðu mjög harða með samtökum atvinnulífsins og bara búrin tilbaka og þarf að fröklast frá. Það voru þarna 1-2 dagar sem var alveg ótrúlegt að fylgjast með, sko. Einmitt öllum þessum vélabrögðum og þessu valdatabli og makki sem að maður einhvern veginn ímyndar sér alltaf að sé á bakvið, allt svona, sko. Við skrifum ykkur að greinina þessar vendingar fyrir landsrétti. Já. Og þú ert að segja að þú hefur komist að þeirri niðurstöðu að línan væri nokkuð skýr núna miðluna til að þyrfti alltaf að byggja á að sko það væri gott samstarf Já, bara í rauninni að báðir þyrfti að samþykja. Því annars getur reglurfélag neitað að afhenda þetta. Já, ekki nema einhverjum detti í huga. Dómafordæmi. En þú ert ekki sammála því? Nei, ég held að það getur vel verið, en ég held að það er kannski pínulítið svona opið ennþá, pínulítið óvissa í kringum þetta ennþá, þú veist, þannig að annað mál hann þess að þarf eitthvað væri gott svona lagalega gildi miðlunartillöguna sjálfrar og svo kannski eftir að finna einhverja smugur. Ég velti fyrir mig sko ef ríkissáttasemjari er með miðlunartillögu og segir ég þarf ekkert að fá neina eitt félagatal, ég þetta bara miðlunartillagan mín, hún er svona og gjöru svo vel og láta mig vita hvernig kemur úr þessum kosningum. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, ekki mikið það engan sem væri mögulegt að reyna að finna svona smugur. Það er svolítið sem Jón Steinar er að segja svona, herðu, miðlunartillagan hún bara gildi, já, hún er komin og það er enginn að fylgjast með henni, en hún er í gildi og eitthvað svona, sko, þetta er svona eitthvað hugarórar held ég ekki að fólki sem að vonar að versta fyrir eflingu eitthvað neginn. Skoða lögin, sko, það ekki út úr þeim. Ég náttúrulega með því fyrirvara ég leikmaður, sko. Ég ætlaði að fara að segja það saman, venlega hefur maður engan áhuga á lögunum, sko, svo allt í hennu sogast maður fyrir að lesa þetta og þá er þetta brjálæðslega áhugaverð, sko. En Jón Steinar, innkoma hans er náttúrulega ef við erum að tala um njálu, þá erum við náttúrulega mjög athyglisverð að kemur fram og segir að raunverulega það sem að miðlunartillagan var ekki felld, að þá er hún í gildi og þar með er verkfallið ólöglegt. Já. Sem að geti verið annar krókur á móti. Já, ég meina þetta skiptir samt einhver máli. En það hefur engin annar. Það er búið ákveða annað, sko. Praktíski veruleikir að það er komin annar ríkissátta sem er inn. En kannski er það vegna þess að ég man til dæmis þegar miðlunartillagan kom fram að þá sagði Halldór Benjamín að þetta veri ekki gott. Og hann sagði eina setningu, hann sagði við þurfum að hitta þetta fólk aftur í haust. Og þá svo að geti verið að Jón Steinar að þetta væri einhver sem myndi vilja láta á þetta reyna, að þá eru kannski takmörk fyrir hvað samtök atvinnulífsins geta gert, hversu hatrum deilan má verða. Já. Því að þú veist, það þarf að búa til næsta samning og næsta samning og það er kannski ástæðan fyrir þegar þessi lög hafa verið að setja og það sem að Landsréttur til dæmis vísar í núna sem er umræður 1978 þá er verið að reyna að breyta lögunum sem er umhverfi sem á að vera í þessu þannig að sé einhver sátt þetta því þetta er náttúrulega umgjörð utanum samninga sko. Þetta er ekki umgjörð utanum stríð. Eða þvinganir. Já. En hvað segir þið ykkur finnst þetta mikilvægt? Já, svo rosalega mikilvægt. Sérstaklega og heyrið að þið haldið með Eflingu. Já. Við mistekist að finna fulltrúa samtök atvinnulífsins. Var þið búið? Ég skil ekki hvernig þetta halda ekki með Eflingu. En er ekki líka best að laun ákvarðist með þessum hætti? Fólkið biðji launin sem það telur sig að skilja það sýnar þessi tilbúið til þess að það er verkföll og svo er gengið til samningi sko vegna þess að það er hugmynd sem er gömul og svo núna ný. Já, mér finnst þessi hugmynd að það ég bara fella sig við það sem aðrir hafa samið. Hún er það er svo náttúrulega það sem að minnur hrættir við að fólk
hjá samtökum atvinnulífsins og þeim megin borðsins er fordæmisgildið sko, að þau fá eitthvað þá fá hinn meira. Eins og það var ítrekkað. En það ekki hægt að segja við þess að móti sko, Efling að ganga lengra. Þau að berjast harðar og lengur og þau að fara í verkföll. En þá segir samtök atvinnulífsins við viljum það ekki vegna þess að það sýnir að þú fá meira þú fyrir verkföll. Já, sýnir að virkar, já, þau vilja það ekki heldur. En kannski þetta eins og kannski Jökull kannski að segja að já þetta vasklas hérna og ég vil selja það á 200 kall og þú vilt ekki borga nema 180 krónur, þá færðu ekki vasklasið. Já. Ég vil selja vinnunni mína á 420 krónur á mánuði og ég er búin að leggja niður vinnuna og ég vil ekki mæta til vinnu fyrir ég fæ 420 krónur fyrir það. Og ef þú vilt ekki borga 420.000 kall fyrir það, þá bara verður að neita um það. Þá bara býrðu sjálfur herbygginn og... Er þetta ekki þessi hagfræði 101 sem að... Já, frambúð eftir spurn og... Talum það, hangull allt, við talaði ekkert um það. En í umræðin er ekkert svo mikið talað um þetta svona. Þá talað um svona... Óbylgirni og misnotkun af verkfallsvopninu og alls konar, alltaf fara á hliðina. Þessi Greinjón Svanhildi Hólm var náttúrulega alveg ótrúleg sko. Já. Hún var eiginlega ótrúleg. Já, ég kom mér eiginlega óvart einhvern veginn bara hvað þetta er. Já, og bara skrifið í svona einhverju reiði, en svo væri alveg mjög reið yfir þessu sko, og væri gjörsamlega misboðið. Bara persónlega móðgun sko. Ég held þetta stundum sjálanir verði stundum rosalega reiðir, þeim verður rosalega misboðið þegar þeir fá ekki bara allt, þeir eru svo slill krakkar. Þegar að rísa ykkur upp og segja, nei, þetta færði ekki. Þá eins og þeir verði svo frekir. Þetta er svo frekt lið. Alltaf fengi að ráða allt og miklu. Þá bara trillast þær. Ég að gefa þess að flottu vinnu. Já, þú veist, já, rosalega ósexy fólk. Hvaða vissinu þetta? Og svo er það líka þannig að talandu um frekju, það var til eitthvað sem heiti arðránsfrekja. Það að ég hef fengið að misnota vinnuna þína með því að borgaði minna en þú þarft til framfærslu og ég bara krefst þess að fá að gera það áfram. Ferðarþjónustan talar svona. Ef þú ætlar að vera með eitthvað uppstætt, þá ert þú bara óalandi og óferjandi og þau voru að tala um þetta áðan þetta með alltaf þetta umræðan sé vandamálið. Þú veist, hvort sem það er Katrín Jakobs sem að segja það einhver annar. Það er alltaf umræðan sem vandamálið og bara já, þið nú ekki nógu kurteis. Akkur í andskotan má láleina fólk alltaf að vera kurteist og sína þessu fólki virðingu. Já, við myndum að skauta svona alltaf frá kjarnanum. Það sagt sko, byrja átta fólk ekki geta endum saman. Og það sagði sko, já, byrja sko, tölum við eitthvað annað af það. Tölum við hérna Jú, það er alveg rétt en það er svo ókurtist. Það er ekki sem verið hófstist bara í. Bjarni Ben sagðist eiga 4 börn. Hann er reyndar á 4 börn sko, en 2 eru orðin uppkomin sko. Þannig hann var eitthvað að segja að hann geti ekki lifað af þessu og því hann ætti 4 börn. Okay. Það er svolítið óeðalegt af því að ég held að það sé 30 sko. Kannski eru fullorðin börnin líka á einhverjum frasaslu. Það komst ekki heim að því að það er svo erfiður leigumarkaðurinn. En þetta með að segja svona eins og Katrín Jakobsdóttir segir, ég styð lána fólk og en finnst þér ekki eðlilegt að fólk hafi sko laun til að lifa af, ferðarþjónustan spurt? Já, þetta er það þannig Við höfum ekki Martin Luther gamli, hann sagði að djöfullir stjórnar heiminu með einu orði og það er orði af því að þú getur eiginlega gert hvað sem er með þú notar orði þá getur sagt sko ég styð sannleikann Ég var sko að googla þetta á hann ég sagði það er einhver snjall sem sagði þetta ég googlaði eitthvað the word but devil og ég fekk eitthvað niðurstöð það er Martin Luther þannig að ég fann einhverja mynd sem stóð yes but í einhver svona og hendi því hún á Facebook og skrifaði þessum það sem Katrín Jakobs var að segja sko þetta er svolítið sárt þú veist ég veit ekki okkur maður styður Eflingu bara svo mikið og svo maður hlusta á hana hún er alltaf með svona í einhverjum feimleikum að feta eitthvað milli við, hann enginn sé eitthvað móðgæður, þetta er bara móðgandi, það er móðgandi að heyra alltaf svona hluti. Já, það er ástæða fyrir því hvað afgi er að rinja í fylki með lagslauna af fólkins, þetta er bara að trappa upp, 2% og upp í 10. Hvað er botnin? Eftir botnin er lagslauna af fólki og það er 2%, svo upp í 10% að það er lagslauna af fólki, þetta er bara línulegt. Já, haldið þetta hafi áhrif á finnst ykkur það að þessi deila afhjúpi eitthvað eins og þú ættir að segja að Eflingadeilan afhjúpi stöðu VG gagnvart hinnum versetu Já er það svo? Og minnaru í
samhengi að þeir merkingu að það sé eitthvað að koma fram sem hafi ekki verið áður. Já, af því að þau mælast núna lægri heldur nokkuð tímann. Jú, þau mælast lægri og ég fór nú að skoða tölunar aðeins aftur og það nú ekki alveg ný þróun að þau séu að missa fylgi hjá lægra launaða fólkinu. Já. En nei, þetta kannski ekki endilega að draga fram ykkur alveg nýja hluti en það kannski að draga fram skýrar hvernig stjættskiptingin og hvernig orðaðan og hvað fólk verður rosalega fúlt þegar það reynt að riðla því einhvern veginn og hvað farið í mikla rifilýsingar En þetta fylgistap Vafki, það ekki svolítið Kristrún Frosta að sópa til sín Jú, það er alveg hluta af þessu það sem nýtt í þessu Það oft sagt að stjórnvöld halda fylgi þangað til að verður til annar valkostur. Það ekki nóg að fólk sé óánægt með stjórnina, heldur þarf það að geta séð einhvern annan möguleika. Flutt sig yfir. Þú ert að segja að Kristrún hafi búið það til. Ég held það fyrir allavega einhverja sem voru þarna eftir. Já, ég held að þetta sé alveg rétt. Þú þarft henn til, þú þarft fólk sem tilbúið að færa sig og svo einhver sem að þau sjá fyrir sig að sér að gæti verið alvöru valkost. Og svo ímynd Vafki svolítið þau hafa þeirra kosningabarátta fyrir síðustu kosningar og svona hefur svolítið verið að tala inn í svona kannski einhverja menningarelítu eða eitthvað svona bara hvernig ímyndin og við liggum við bara fötin eða eitthvað og svona þeirra fylgitungl svona sem að verðast ekki vera hægt að taka af þeim einhver listamenn og svona þetta meira Vafki, ég held að það sé einhver elíta þarna sem að meira menningamunur en stjættamunur þetta er kannski svona menningarkímar innar svona efri stjætta eða efri milli stjættar Þau eru að þróa velsældar mælingar í staði fyrir að bara hækka launin þú veist Við hafum séð það að þeir auglýsa það þessi að taka upp velsældar mælingar vísir og vísar Það var ekki Indrið sem var að skjóta á því að nota þetta orð alltaf velsæld en ekki velferð Minnið það var svolítið gott hjá honum En þetta líka þróun sósíalískra flokka af því að Vafki á rætur sínar í sósíalískri verkalýðsbaráttu síðustu öld og það nú Efling að heyja sósíalíska verkalýðsbaráttu en það þróun þeirra upp úr miðri síðustu öld að færa sig til millistéttarinnar af því að millistéttin stækkaði og flokkarnir snéru sig þangað af því að þar voru atkvæðin og skildu eftir lágstéttinnar sem að snéru sér þá annað til dæmis til Trump og annarast líka til Front National í Fraklandi og víða. Þetta má sjá þetta hérna á Íslandi, kemur seinna, það má sjá þetta gerast hjá samfylkingunni bara strax við hrunið, að þá minnkar, það sem að samfylkingi minnkar, þá minnkar og langmest og hverfur eiginlega fylgi hjá þeim sem eru tekjulægstir. Og svo gerist þetta seinna hjá Vafki og til þess flokkur fólksins flokkur sem að eiginlega verður til á því að gömlu sósíalísku flokkarnir sem áttu að vera að gæta hagsmuni þeirra sem höfðu það verst og eru tekjulægstir snýru sig bara frá þeim hópi, eða ekki? Jú, ég held að það sé svona uppbruna skýringin það loðir svona við þess að flokka báða núna finnst mér samfylkinguna og vinstri einmitt svona menningar elítu eitthvað þetta frá mínum bætir sé þá upplifið á þannig meira en nokkuð annað að þeir trú ekki gamla sósíalíska hugmyndinni að þú bætir fyrst kjör þeirra sem að standa verst þannig lagar það samfélagið Ég bara tala við ómarga þessum flokkum til að halda þau trú því eða þú veist Ópinskátt samtal En hvernig getur þú skipt á þeirri trú sem náttúrulega bara svona vann ótrúlega afrek á síðustu öld og tekið upp hvað í staðinn? Meinar þú svo Vinstri græn gerðu? Já Ég var í Vinstri grænum ég tilheyrði þeim flokki allt ár til þau fóruð þetta samstarf með sjálfstæðisflokknum og það var náttúrulega bara þyngri en tánum taki og núna í minni búblu svolítið margt fólk sem bara hætti saði svo flokknum til það gerðist og það var til dæmis þá eitt sem að gat alveg gert mann brjálaðan var það að heyra þau komum fram og sögðu að það væri nú ekki mælanlegar neinar úrsagnir á flokknum þegar maður vissi sjálfur af þú veist að þetta hefði nú ekki haft nein alvöru áhrif þegar maður vissi ég vissi sjálf á kannski 10-15 mann sem hafði bara í mínum vinahópi sem hafði sagt sig úr flokknum þannig að þú veist að það var svona einhver afneitun og einhver sögufölsun og eitthvað rugl í gangi og síðan þá hef ég náttúrulega bara fylgst með honum fara einhvern veginn fyrir mig ég bara
fjarlægst meira og meira það sem að ég hélt hann stæði fyrir þessi flokkur. En hvað svona saga er þetta? Hvað gerist þarna? Af hverju? Er þetta svona fristni saga? Að halda að ég geti staðist þetta sem aðrir hafi ekki staðist? Ég þolið að vera í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Ég veit það, þetta sko, það er náttúrulega þetta eða ekki, að annars vegar að sko fá að vera í stjórn eða vera alltaf í stjórnarandstöðu. Þau vildu láta á það reyna að fá að vera í stjórn eins og ég skildi þetta. En gjaldið svolítið dýrt. Það er náttúrulega, ég er ekki sagfræðingur, ég er ekki pólitíkus, ég er ekki pólitíkst fróð, en meira að segja ég vissi að það er bara eitt flokkur sem er gildi fyrir þetta og það er þau. Og þau hljóta að vita líka. Þetta samstarf var ekki það eina sem var í búið 2017. En á hverju frestast fólk til þess að reyna þetta? Ég ætla að reyna það sem engum hefur tekist. Ég veit ekki, valda, hvað maður kalla? Sókn, valda, fíkn, valda. Katrín náttúrulega brjálaslega vinsæl. Hún var það, já. Bara í skoðanakönnum, hún sem persóna naut alveg fáránlega mikil svona stuðnings fyrir að gera bara í raun og veru hún kannski upplifði bara að hún þyrfti að bara rísa þá undir því í sem æðsta embætti bara og ef það þýðir eitthvað svona skrítið samstarf þá það skiptir kannski engum máli. Ég hef svolítið mikið spáðið þetta og reynt svolítið að lesa í hvað fólk segir og hvernig kann kemur fram og hvað heldur þú? Virðist sem að svona jafnvel svona nánast eitthvað skonar svona fórnfísni hugsunarháttur eða píslar á þetta sérmil síðan að þau séu að leggja svo mikið á sig og fórna svo miklu sko. Það er að sýna ábyrgð og ganga inn í þetta og hafi nú ekki drosa gaman af því en þetta er það þarf ykkur að gera þetta er einhvern veginn, þannig lýsi ég oft orðræðuna frá þeim sko. En þetta sem að Jökull er að segja að hún hafi verið svo vinsæl að verið með stæðstu inneign íslenska stjórnmálamanna og hún yrði bara notana í því að vera í stjórn því hún geti ekki verið að bara labba með þessi koffort af pólitísku inneign hangandi í einhverju vonlausu stjórnmálamanna. Það er hlutað þessu líka en það skýrir ekki af hverju þau velja þetta samstarf sko. Ég held að þetta sem ég sagði hafi kannski verið ástæðan fyrir að þau segja bara ok, fuck it, látum á þetta reyna en svo í kjölfarið þegar gagnrýnin byrjar þá kemur þessi píslavottur mjög mikið fram. Þetta geti vel verið að það fari svona vaxandi eftir því sem málið er notað til að réttlæta. Þið skiljið ekki hvað þetta er erfitt. Og það er náttúrulega komin hérna sko hugsanarvillan sko sóknarkostnaðinn sko. Þú ert búin að sökka svo miklum kostnaði þá verður að finna einhverjar sálfræðilegar ástæður til að réttlæta af hverju gerðir það. Þá eru menn alltaf að hugsa, þessi ríkisstjórn hlýtur að springa. En það er reyndar í þessum sögusþræði sem þú ert að lýsa, þá verður það ólíklegra að það gerist. Því að það þarf alltaf stærra og stærra tilefni því lengra sem þú ferð eftir göngunum. Sko. Akkurat, kostnaður verður alltaf meiri og meiri við að... Ég veit ekki hvað þyrfti til þess að VG myndi sprengja ríkisstjórn út af einhverju einu máli. Það er búið að vera nokkuð mál sem maður hefur svona haldið niður sér öndinni kannski í 2-3 sekundur en ekki mikið lengur en það sko og fyrst að það hefur ekki gerst, það er rétt. Nei, maður hittur oft fólk sem er eitthvað heldur að geti sprungið hérna og maður er bara ónei, bara þetta er, þú veist, þú stakk ekki með Íslandsbanka og allt þetta þá bara, það er ekki að fara að sprungja sko. Nei, eitthvað alveg nýtt gerist, hver veit. Ég verð alltaf aldrei pirruð samt þegar fólk er, og ég reynir sjálf að vera ekki alltaf að nýta í Vinstri græn vegna þess að sko, þú veist, já, þau eru svolítið, en það, gremja mín í þeirra garði er tölverð því að þau brúðust því sem ég hélt, en sko, Sjálfstæðisflokkurinn er miklu verri, það er hann sem ég hata mest. Hann er gerandinn, skilur ég, það er svona finnst mér svona þegar fólk er að nýta í Vinstri græn þá segir, babba, ekki missa fókusin hérna krakkar, munið hver er hérna úlfurinn sem við þurfum að fást við öll. Og mér finnst leiðilegt að geta ekki staðið með í raun og veru skoðanasystkinu mínum margt og samminnist gegn því sem mér finnst vera alvöru vandamáli. En samt yngun sko, þá er þetta svolítið ef að Sjálfstæðisflokkur er úlfurinn og þú ert rauð þetta og kemur til ömmu og amman er komin í lið með úlfurinn. Já, ég veit, það er þess að maður svona sár og reyður og gramur og ég er bara alveg búin að vera þar sko. Þetta sitja svolítið og þau geta þið saman sko. Já, úlfurinn eins og hann er sko, það breytir honum ekkert. Það er einhver svona först stærð þarna, ég er ekki að fara að sannfæra sjálfstæðisvina minna eitt sko, þannig að maður er svolítið svona ok, og kannski er einhver svona reynskilni og einhver verkla í stjórnmálum þegar þetta er aðeins hreinni línur, ég þrái það með mikið, að það sé öll sem mætast bara og
þú veist, eða þarf að hugsa ég veit ekki einhver útflutningsstóðir eða hvað er sem að hægri einhver samkeppni, hægri náttúrulega alveg að pæla í góðri samkeppni reyndar, en hann eða eitthvað sem að þau hafa fram að færa, þá þetta, ég veit ekki, ég held að það væri heilbrigður stjórnmál, sko. Það má náttúrulega ekki gleyma þessu heldur að í þessari stjórn sko 3 af 4 upphaflegu fjórflokkunum. Það ég með frétt. Nú? Verkvöllum fresta til sunnudags. Jáhá. Nei. Já. Á hvaða forsendum? Á hvaða forsendum, já. Það langar Ástráður, þetta nú bara, menn að skrifa þetta bara, svo menn að lesa eða hafa þetta eftir Ástráði. Hann segir að samkomlega hafi náðst að öllum verkfallsaðgerðum Eflingar verði fresta til miðnættis sunnudagi 19. febrúar. Frestun tekur þegar gildi. Já. En ekki atkvæðagreiðslan yfirstandandi eða byrjar hún á? Jú, þau geta líklega haldið áfram næstu næstu verkvöld. Það er að fresta þeim sem eru komin. Þannig að 2000 hótelgestir sem og verðgangi hérna, þeir fá að gista. Það er frétt af hótelgestum sem að þurfti að færa sig yfir annað hótel og fengu ekki heitan morgun. Þannig að þetta bendir til þess, myndum að ætla að Samtök atvinnulífsins hafi opnað fyrir það að koma eitthvað til móts við kröfur Eflingar. Það er bara aðalega Eflingar að sína mikið gúddvill með þessu, sko. Eflingar að sína bara mikið gúddvill með þessu, finnst mér. Já, það er spurning hvað Eflingar að fá á móti. Það er ekki komið fram. Það segir mér að þú nefnir þetta, með svona gúddvill og svona PR og svona afstöðu almennings. Að sömuleyti, sko, þá ræðst náttúrulega bara átökin á sko styrk aðila. Hvað þýðir það ef við leggjum niður vinnu og þú bara verður annarkvort horfir þú fram á að tapa sko 6 milljörðum og 12 milljörðum og 18 milljörðum eða þú gengur að þessu sem kostar þig 6 milljörða. En síðan er svolítið alltaf þetta svona hvernig andrúmið í samfélaginu. Skiptir það máli? Skiptir það máli, þú veist gott að mikill meiriluti fólks telji Sólveigu Önnu vera freka og orðuljóta og skiptir þetta máli? Ég er svo leið á þessari orðræði maður Sólveigu Önnu. En Katrín var nú að segja þetta bara í Kastljósinu. Ég veit það er svo hallarslegt að gera það, hvort sem það er Katrín Jakobsdóttir eða aðrir sem hafa verið að tala að þeir geti einhvern veginn ekki stutt þetta af því að hún þetta er alveg hreinu, það væri enginn að tala svona hana Sólveigu Önnu og hún væri karlkyns. Það væri enginn að tala hún væri frek eða talaði asnalega væri einhvern veginn svona ef hún væri karlkyns og við vitum það öll, er ekki komið til að hætta þessu. Og svona, hún er bara ein manneskja, hún er þarna í forsvari og sagan á eftir að dæma Sólveigu Önnu og hún á eftir að dæma hana jákvætt, alveg hreint sko, finnst þér að skipta máli hvaða hljómgrún hún hefur svona í samfélaginu almennt, til dæmis, ég velti fyrir mér að við erum að tala hérna og þið eru svona það er svolítið spyrrit í ykkur að sömuleyti vegna þess að landsréttur felldi dóm með Eflingu, þannig Efling átti sigur í þessari viku, þannig við ímyndum okkur að það hefði ekki gerst. Skiptir það máli hvort að sko þessi barátta fái svona sigur sem er almennt túlkað þannig út í samfélaginu? Ég held að hluti alltaf að skipta máli fyrir þá sem standi í verkföllum og standi kjarabaráttu að fólki í þjóðfélaginu standi. Ég er sko kennari og ég hef svo sem aldrei, við höfum verið í verkföllum og ég man eftir verkföllum þar sem að fólki sem að ég var að vinna með sem að bjó í hverfinu þar sem skólinn var, að það sagði frá því að það fór út á götu og þú veist það voru gerð hrópaði í bónus og foreldrar voru að hreitið ónutum út á götu og ég veit ekki hvað. Skilurðu, ég bara bjó í öðru hverfi, ég kenni aldrei í mínu heimahverfi, nei, en og ég, þú veist, þetta hlýtur að skipta máli. Þú veist, ég veit ekki af hverju það bara gerir það, að fólki standi með þér og þú finnir að fólki í landinu standi með þér. Já, þetta skiptir örugglega líka máli inn í viðræðurnar, sko. Já, að geta almenningsáliti hlýtur að skipta til dæmis ríkisáttara sem að einhverjum Mér finnst nefnilega hann og Samtök atvinnulífsins svolítið vera að tala inn í þetta eins og þegar Halldór Benjamin er að tala mér finnst hann alltaf að tala til almennings er svona að reyna að segjast vera að verja eitthvað í samfélaginu Svolítið annað talar alltaf bara við sitt fólk Ég var að tala við sem er mjög fróður svona samninga og svona og hann fór að tala sko ok, núna er hún búin að vinna þetta mál og hún geti kannski landað aðeins betri samning en starfsgreinasambandið og þá er hún komið með sko virðingu innan meðal hjá þessum hópi vegna þess að hún er komið betri samning en villi og ég sagði, ég held að þetta sé alveg rétt hjá hún geti gengið frá þessu og verið svona segurvegur í augum alls konar fólk sem að pæla rosa mikið þessu en ég heldur sér ekki að gefa henni nóg mikið kredit því hún er í raun og veru að fara fram á kröfu fyrir fólki sem hún er að tala við alla daga og mér er svolítið cheap að gefa henni ekki kredit fyrir að vera svona ótrúlega konsistent í því og hún hefur verið þannig frá fyrsta degi
og ég held að annar með punktið hvort þetta skiptir miklu máli að það sé gott almenningsálit og það sé eitthvað undiralda í samfélaginu og umræðinu með Eflingu ekki móti. Já, auðvitað, ég tekur undir þessum þegar að segja þetta missa sér svolítið í því. Ég treyst ekki bara ferlinu að þetta mun taka kannski eins meiri tíma en margir vona og þetta kemur á endanum. Það er kannski líka það sem þú veist að segja að sagan mun dæmana og kannski það bara ekki eftir 50 ár, kannski eitthvað minna. En varðandi aðra stéttir, þú segir kennari og nú hefur hennar barátt að verið svolítið stundum gnýst á milli til dæmis hennar og Friðriks Jónssonar í BHM hún hefur afþakkað forsjá millistéttarinnar þegar hún dissaði Eirík Rögnvaldsson sem að vildi koma með tillögur fyrir láglaunafólki og hún sagði bara við bara búin til okkar kröfur sjálf. Það er það sem ég vil segja, hún er bara alltaf konsistent í því sem hún er að segja. En er ekki svona ögrun í baráttu Eflingar gagnvart millistéttinni sem er náttúrulega bara verkalýður en hefur það aðeins skár og er ekki alveg, þú veist, kannski fyrir salt í grautin, er ekki svona ögrun þegar að lágstéttinnar eru með svona harða verkalýðsbaráttu. Finnst millistéttinna þurfa að taka afstöð til, er þetta mín barátta? Eða er þetta bara gegn mér? Ætlaðu að taka eitthvað af mér? Ég held að mjög margir af í minni kreðsu, þeir tengja ekkert við þetta en ég held líka að við séum komið núna þar sem að, nú er ég ekkert mjög sakfróð konan, ég held að við séum komið núna allavega eitthvað sem hefur ekki verið áður, við erum með alveg bara tiltölulega fjölmenna stétt af fólki sem er mjög margt innflytjendur og fátækt fólk sem að við menntaðir Íslendingar á einhverjum miðaldri, við tengjum ekkert sérstaklega við það, við þekkjum ekki þeirra baráttu og við vitum ekkert okkur langar ekki til þess af því að þú veist, við sáum út undan okkur að þetta fólk hefur það nokkuð skýtt en við höfum það gott og þarna finnst mér til dæmis Sólveig hún er bókstaflega óþreytandi við berjast við fólk sem hefur enga fucking rödd í samfélaginu, enga. En getur það ekki verið vegna þess að helmingurinn af kjósundum Eflingar hefur ekki svona kosningarétt og kannski er það ástæðan fyrir því að VG og Samfylkingin er ekki að horfa á lofstilina? Það getur líka verið því að það er engin atkvæði. Og það er bara stórkostleg breyting á samfélaginu að verkafólkið sé bara hálfuleyti með kosningarétt. Þetta er náttúrulega, það reynið að ljúga ykkur 1960 að þetta verið í framtíðinni á okkur. Að verkaliðinu hefði ekki atkvæðarétt. Þetta er mjög áhugaður punktur. Hvernig þetta hlýtur þá að breyta bara valdahlutföllum í pólitík. Og aukningin er mjög hröð á sínustu árum. Það var, mástu tölundar, 15% og svo allt í 30 eða eitthvað í sömu sveitafélagum Þannig að það breytir samfélagsgerðinu við rætt. Það er meirinn helmingur og það er sama með verkalýðsfélag Keflavíkur. Það er meirinn helmingur félagana sem eru erlend ríkisfang og þar landi ekki með kosningarétt í alþingiskosninguna. Þannig að ég held að verið að segja þá við þessu bara þannig kannski þeim mikilvægur að þetta fólk hafi kannski ykkur völd, ykkur rödd og ykkur styrk annars. Þess vegna held ég til dæmis að krafturinn í Eflingu sem að sést bara á fundum hjá þeim og hvernig samninganefndin að ef þú ert innflytjandi og ferð ekki að kjósa, þá er þetta eiginlega eina þáttakaðinn í lýðræðislegu starfi í samfélagslegu byrjun. Eina sem þú hefur. Þetta er eina vopnið, þetta er eini sensiðin. Þannig ég held að það var en varðandi lýðræðisskekkjuna þá er þetta líka hjá leigjendum. Það er fjöldi leigjenda og þess vegna kannski öll leigjenda svona vegg það er stefna, þessi séreigna leigjendur alltaf í miklu minni hluta en það er mikið til innflytjendur sem maður get ekki kosið ef þú ert innviðar á þeirra þá náttúrulega ertu bara að ávarpa þá sem eiga húsnæði, ekki það sem leiga þess að þeir leigjendur er ekki þar að kjósa Þetta er náttúrulega talandi um millistéttina þá er það sem Eflingar að gera er raunveru rosa mikilvægt þetta er ákveðin gjöf til fólk sem allir þrá að skilja og vita hvað náungin er í gangi gegnum og þetta birtist náttúrulega í kosningum sem fólk er að kjósa eitthvað flokka með eitthvað áherslur ef það er ekki þar, þá náttúrulega vitum við ekki neitt hvað er í gangi við erum bara að gíska og reyna átt okkur á því þannig að ég veit ekki, ég held að það þurfa að vera partur af umræðinu líka er hversu mikilvægt það er að þessi rödd sé einhver staðar Það fyrir mig ákvæði út í allir þessi átök. Já. Það var gott fyrir fólki sem á þessu, gott fyrir okkur hinn, gott fyrir samfélagið. Já, það sér hagnaðinn. Það er ekki orkjænum innum, sko. Já, hver er möguleikin? Að setja lög á verkfalli og kveða þetta fólk bara í kútin og halda fram að borga þeim. Það er mjög sterkar raddir sem er það. Já, ég meina, þá ertu bara ekki góð manneskja. Nei, en það er mjög sterkar viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins. Já.
ok, ég endur þau bara, þá ertu bara ekki komin ég ætla bara ekki að baka með það. En fjölmiðlarnir, finnst ykkur þeir gera þessu betri skil, finnst ykkur að hafa breyst þegar verkfallið komið, að nú heyrir maður meira í fólkinu eða hvað? Lengi vel var þetta bara Sólveig Anna og Halldór Benjamín en minnst það svona verið... Mér finnst það meira áberandi, það er verið að Já. taka viðtal við fólk sem að er í verkföllum og er að mæta á fundina og... Mér sé að sé mest bara einhvern áróður frá einmitt samtökum, ferðarþjónustu aðila og samtökum og boga hjá Æslandir og einhverjum ábúðaföllum mönnum sem eru bara að tala það sé bara alltaf fallið helvítis og þetta gangi ekki einhver áróður gegn Eflingu sko. En það er líka aðeins talað við fólkið sem að er í verkföllum. En ekki sem að var ekki á því. Ekki eins og Ingur núna að segja sem að þetta ástand veldur því að ég er að fara að tapa peningum. En allir sem er í Eflingu getur satt það sama. Sko. Raunin sem ég er með og verðbólga sem er núna og hækkunin og öllum nauðsynum valda því að ég bara búið með peningin minn sko, já bara því ég er búin að borga reikningaða mína og það sem ég skuldaði síðustu mannamót þá er ég 12 skall og það er 2. febrúar. Þetta er bara raunveruleiki mjög margrar. Got nothing to lose, sko, þú veist. Algjörlega ekki. Þú veist að semja við eitthvað sem er til í að berjast fyrir því. Vegna þess að hann hefur ekkert annað. Herðu, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið. Já. Takk fyrir góðið. Takk fyrir að Jökull. Það er alltaf gott að spjalla svona bara almennt og yfirleitt, en núna ætlum við að snúa okkur á því að spjalla ákveðna hluti. Við ætlum að tala neytendamál og það er Breki Karlsson eftir augnablik. Hann er komin hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, velkominn. Takk. Ég var að tala hérna við fólk áðan Eflingadeiluna og það er mikið lögfræði í því og dómsalir og eins og við séum svona sokkin inn í Njálu. Þú ert eiginlega á öllum dómstigum, eða ekki? Já. Já, ég hef verið í réttarsölum undan vikur. Og hvaða mál eftir með? Já, í Hæstarétti núna bara í vikunni þá féll dómur í máli ÍL-sjóðs sem er eiginlega stór furðulegur sko. Og þú tapar því? Já, við vorum svo sem áttum ekki aðild að því máli en við fylgdumst vel með því og stuttum við svona bakið á því máli eða stuttum það mál en það er þannig að furðulegt á ákveðnum tímabili voru gefin út veðskuldabréf eða íbúðasjóðslán og sem vantaði í skilmála uppgreiðslu
samt sem áður dæmir Hæstiréttur eins og að skilmálinn hefði verið í hefði átt að vera já, og fólk átti bara að vita það að það átti að borga 11% uppgreiðslugjald af lánum sínum sem náttúrulega bara verið að læsa fólk inni í óhagstæðum lánum á meðan allir aðrir gátu Þetta þengist náttúrulega íbúðalánasjóðsmálinu þar sem að var gefið út óuppgreiðanlega skuldabréf langt fram í tíman sem að kolvast og detti í hausinn á okkur núna og stuttu síðar að þá fór í gang samkeppni á lánamarkaði og bankarnir komu inn og þá lækkuðu vextir þannig að þú varst nýkast í nýbúin að taka lán og vildi greiða þetta lán upp og taka lán hjá kaupjabanka eða eitthvað. Já, eða einhvers staðar, já. Og fólk gerði þetta, en þeir sem voru með þessa... Þeir sem voru með þessi lán, sko, þeir þurftu að borga sko 10-11% uppgreiðslugjald sem náttúrulega bara alveg Núna fólk kannski að taka 50 milljónir króna skuldir þannig að við erum að tala að það hefur borgað kannski 6 milljónir til að losna við Nákvæmlega, og á sama tíma voru hinir með kannski 1-2% uppgreiðslugjald, þar að segja þau lán sem eru með uppgreiðslugjald, þau eru svona á bilinu 1-2%. En stundum það sagt með Hæstarétt að þegar það eru miklir hagsmunir ríkisins, þá dæman í takt við það. Því að baku kannski þessa sem að losna við 5-6 milljónir, það ef að hefði verið dæmt heimi vil, að þá hefði sko þessi 400 milljarðar skuld íbúðalánasjóðs kannski hækkað 60 milljarðar. Já, og ég hef heyrt þessa kelningu sko og þetta náttúrulega svakalegt ef satt sko. Ég held að þetta sé nú í, við nefndum nú Jón Steinar Gunnarsson, ég held þetta sé deilt á dómaran í bókinni sem hann skrifaði fyrst, sé mitt bent á það að Hæstiréttur hafi þessa tilneyingu að þegar það eru svona miklir hagsmunir ríkissjóðs á móti kannski eins og þú ert alltaf að fást við það sem að hver fyrir sig kannski með litla en náttúrulega tilfelli töluverða að þá hefur Hæstiréttur Íslands eða hafði á þeim tíma tilneyingu til þess að ekki búa til þennan stóra skaða fyrir ríkissjóð. Já, það bara svakalegt ef satt Það fer þetta mál út eins og oftar ekki? Ég bara átta mig ekki á því þá eflust eftir að taka ákvörðun það. Og það eru einstaklingar sem eru bara reykað þetta sjálfur? Já, það er það. Akkur er hetjur. Já, en svo getum við fært okkur niður eitt stig, dómstig í Landsrétt. Hvað gerist þar? Þar fyrir 2 vikum síðan, þá var tekið fyrir meiðyrðamál. Ég var dæmdur í héraði fyrir meiðyrði gagnvart smálánafyrirtækjum. Og hvað sagður það? Þú mátt endurtaka það. Ég má endurtaka því að ég var sýknaður í Landsrétti. Ég sagði að bara að við teldum þessi fyrirtæki vera glæpafyrirtæki og ekki opinberlega. Ég sagði þetta í tölvupósti til greiðslumiðluna fyrirtækis í Danmörku og Noregi í ágúst mánuði 2020 og taldi upp bara langa sögu þeirra hér á landi og hvernig þeir færu með neytendur og hvernig þeir væru alltaf að víkja sér undan þessum, bara eins og við sáum þetta væru bara glæpafyrirtæki og nú má ég segja aftur að mér finnst þetta að vera glæpafyrirtæki. Hvað náðu þau í þess að posta? Þau náttúrulega væntanlega hafa greiðslumiðluna fyrirtækins áframsent þau til þeirra til þess að fá viðbrögð þeirra við þessu en varstu dæmdur í héraði? Ég var dæmdur fyrir þetta, fyrir fern ummæli mín í þessum tölvupósti voru dæmdu ómerk en sem betur var þessu snúið í Landsrétti þannig að eitthvað réttlæti og þetta fer ekki upp í Hæstarétti það efast ég mér þykir það mjög ólíklegt. Og hvernig finnst þér þetta? Heldur að sé verið að ræða þá sem eru í svona hagsmunabaráttu eins og þú að halda sér á mottunni? Algjörlega, þetta náttúrulega algjörlega gert bara svona sem kælingar aðferð eða tilraun til kælingar og líka til þess að bæði eyða tíma og peningum okkar sem hvoru tveggja af skortum skamti og við vildum verja í allt aðra hluti heldur en að verjast einhverju svona rugli. Þetta var gert á tímabili við blaðamenn og blaðamenn þá var ég að vinna á svona fátækum vikublöðum og það var mjög þung fjárhagsleg byrði að standa í öll þessu málum en oft voru þeir sem að stemdu áttu nóga peninga og nógan tíma til að standa í þessu. Já, og allan það þannig í okkar tilviki en sem betur fyrir þá í þessu máli
stóðu nú verkalýðshreyfingin dyggilega á bakvið bæði mig og neytendasamtökin, því að það voru bæði neytendasamtökin og ég sjálfur persónulega sem vorum okkur var stemt í þessu máli sko. En þetta fór vel, en svo fórum við í héraðsdóm og þá fjallu 2 mál sama daginn. Já, það var þetta svona sko hluti af þessu vaxtamáli okkar, þar sem við höfum stemt 6 mál í allt, eða ekki? Já, 6 mál sem við höfum stemt, við stemtum bönkunni þegar við erum í 6 málum og þetta eru fyrstu 2 málum sem falla, þetta eru elstu lánin, þar að segja sem voru tekin fyrir 2013 og við höfðum sigur í öðru málinu gegn Landsbankanum en töpuðum gegn Arion banka, en við höfum ákveðið að við munum áfrýja hvoru tveggja, því að þó að við höfum haft sigur þá var eiginlega mjög sérkennilegt sko í máli Landsbankans að okkur voru dæmdar, eða ekki okkur heldur hjónunum sem tóku lánið sem stigu þarna fram fyrir skjöldu fyrir okkur hinn, að þeim voru dæmdar einungis 250.000 krónur að bankin var dæmdi til þess að endurgreiða 250.000 og dómarinn lítur svo á að þessi skilmáli breytileika lánsins, þar að segja að mætti breyta vöxtunum væri ólöglegur, en allir aðrir skilmálar í samningum og þar á meðal vextitin eins og þeir voru upphaflega áttu að standa. Og þetta náttúrulega algjörlega á okkar mati, algjörlega út í hött. Og auðvitað þarf að endurreikna vextina og samkvæmt ströngasta skilningi laga þá á bara að fella niður vexti í svona málum, en við höfum dómafordæmi og lagafordæmi það að í svona tilvíkum ætti seðlabankavextir að gilda. Eins og var gert í gjaldeyris gengislánum. En ef það er 200 skall þarna, hvað hefur þú talið að ætti að vera mikið? Ég man ekki alveg hvað við fórum fram á. En einhverja milljónir? Mér minnir þetta hafi verið 6 milljónir sem við fórum fram á að þau fengju endurgreitt. Já, þannig þetta er ekki svona sigur, þetta er svona... Nei, þetta er að hálfu leyti, náttúrulega við dómarinn okkur sammála að þarna þessi skilmáli ólöglegur og auðvitað þetta er náttúrulega með öllum þeim fyrirvara þetta eftir að fara fyrir öll dómstig líka. Áfrýjar Landsbankinn? Ég býst fastlega við því að hann muni áfrýja sko. En þetta geti farið allar upp í Hæstarétt, ekki? Já, jú, algjörlega, og við erum núna næstu skrifið þessi máli sko, það verður fyrirtaka í Luxemburg fyrir EFTA-dómstólnum í 2 öðrum málum af því að héraðsdómur óskaði eftir ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólnum að hvernig eigi að túlka þessa lagagreina sem umræðir og það virkar þannig að það voru sendar fyrirspurning til allra á EFTA-svæðinu og öllum búið að koma með skilin greinagerð og það voru fyrir utan málsaðila, þar er Landsbankan og okkar fólk, þá skiluðu inn 3 aðilar. Það var annars vegar ESA, eftirlitsstofnun EFTA, framkvæmdastjórn Evrópu og báðir aðilar voru mjög, ég held að ég sé ekkert að skúpa neinu hér eða segja neitt sem ég má ekki segja, þetta eru opinberar upplýsingar, en þau voru mjög sammála okkur í sínum greinargerðum og sérstaklega ESA segir að þetta sé bara hreinlega óheimilir skilmálar en svo var það 3. aðilinn sem var The Kingdom of Norway, norska ríkið líklega hefur kongurinn ekki skrifað þetta sjálf. Nei, en þessi ríkislögumar og hann er á sveif með Landsbankunum öllum á ofurum sem er mjög sérstætt en hugsanlega er hann að verja þar norska kerfið sem er heldur það sé sambærileg mál þar? Já, við vitum að þar eru sambærileg sambærileg skilmálar þeim sem eru hér, en það skiptir miklu minna máli í Noregi, það sem er svona lágvaxta land að sveiflur í vöxtum eru kannski frá 2% upp í 2,5 og það er alveg svona en hér erum við að tala um eins og núna erum við með á annan 20% í raunvexti á lánum sem er náttúrulega galið verandi með 10% vexti og svo ef þú ert með verðtryggt lána þá ertu hugsanlega með 12-13% raunvexti. Þetta eru dómstólarnir en þið eru líka í svona glæpamálum? Já.
Það er netglæpum, það okkur ekki bara löggan í því, okkur neytendasamtökin í netglæpum? Það að því að við teljum að á sumir sem lenda í netglæpum gætu átt endurkröfurétt á bankana. Við teljum að og það er bara með þeim fyrirvara að það hefur ekki reynt á þetta fyrir dómi og við erum að undirbúa núna 2 mál sem við væntanlega bara skilum í næstu viku sem við erum að leggja fyrir úrskurðarnefndum viðskipti við fjármálafyrirtæki þar sem við teljum að bankarnir hafi ekki haft nægilega sterka sannvottun fyrir greiðslu heimildum. Þannig að ef ykkur riðst inn í heimabanka minn og tæmir hann, að þá geti ég gert kröfu á bankana eða þetta verja þetta. Í vissum ekki öllum í vissum tilvikum, þegar það er ekki sterka sannvottun að ræða. Og það, kannski einum á flókið að fara út í það hér og nú en þeir sem hafa lent í svona, við bara hvetjum fólk til þess að hafa samband við neytendasamtökin og við getum aðstoða fólk við að koma og allavega að meta það hvort að fólk eigi þennan endurkröfurétt. Getur einhverja hugmynd svona hvað það væri sem að hvernig vondi maðurinn að ná að komast inn í banka minn? Sko, það eru margvíslega leiðir og ein leiðin er DHL svindlið, þar að segja þú fær skilaboðum að þín býði póstsendinga, ekkit endilega DHL pósturinn eða hvað sem er. Ég sendi og spyr, sko, er þetta frá ykkur? Já, einmitt. Því þetta er svo algengt, sko. Algjörlega, og fólk á einmitt að gera það, að taka 2 mínútur og hugsa, heyrðu, er þetta rétt slóð? En og okkar umkvörtun snýst það að þú sendir staðfestu greiðsluna með því að þegar þú færð SMS og skilaboð og það er ekki nægilegt samkvæmt Evrópska bankaeftirlitinu EBA, að það verður að vera, þú verður að sannreyna að staðfesta í appinu sjálfu að það komi tilkynning og þetta voru lög sem voru sett í gildi hér á Íslandi sko fyrir meira en ári síðan og það er bara rétt núna í haust sem að 2 bankar af 3 innleitt þetta hjá sér og 3. bankin hefur ekki ennþá innleitt þetta að fullu. Þannig að það er, fólk gæti átt möguleika á að eiga endurkröfu á bankana. Algjörlega. Því sem við töpu. En segðu mér, þeir eru svo miklu málaferlum mér minnir að neytendasamtökin séu skítblöng. Hvað fáðu peninga fyrir þessu? Við höfum fengið mjög góða stuðning frá verkalýðshreyfingunni og til dæmis í vaxtamáli, þessu vaxtamáli þar sem erum við með stuðning frá Vaffer en líka frá samtökum fjármálafyrirtækja. Það er að segja að við fengum þau til þess að styrkja okkur í til þess að því að óvissa náttúrulega kostar mjög mikið og jafnvel í þessum málum. Það að hafa þetta hangandi yfir sér í mörg ár kannski er kannski dýrara á endanum fyrir fjármálafyrirtækin heldur en að fá skjóta úrlausn þessara mála og klára þessi mála á 3-4 árum eins og við erum að reyna að gera núna. En ekki til eitthvað sem heitir svona neytendastofa sem er svona opinbert batteri, mætti það ekki standi í ykkur að þessu? Sko, neytendastofa hefur umsjón með, er svona stjórnvald sem hefur umsjón með að lög séu haldin en auðvitað ætti þetta náttúrulega að vera sko á herðum og þetta er kannski, og þessi dómur í héraði er náttúrulega áfellsdómur yfir FME, að því FME hefði átt að hafa þetta á hreinu fyrir okkur neytendur og neytendavernd á fjármálamarkaði á Íslandi er bara í skötu líki og það hafa erlendi sérfræðingar sem hafa verið að taka út Seðlabankann bent á að þeir séu með kannski peningalega stjórnun í ágætum farvegi en neytendamálum neytendavernd mætti sinna miklu meiri harðfylgi eða af einhverju harðfylgi skulum við segja því að og það er náttúrulega það sem skapar traust á kerfið og eins og við sjáum í þessum nýlegu mælingum að traustið á bankakerfinu er aftur að fara niður og er bara í lægðum nánast frá hruni og eina leiðin til þess að skapa traust er það að auka neytendavernd, auka tiltrú okkar viðskiptavina bankana, viðskiptavina þessar fjármála. Því að það sé kerfi sem er gert fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Til þess að sko nýðast á. Algjörlega, það er það sem við þurfum að sjá að það þurfa Seðlabankinn verður og FME verða að taka ákveðin skref til að auka neytendavernd í þessari kerfi. Já. Herðu, segðu mér, nú er kjaradeilur og nú er horfa allir á verðbólguna og ýmislegt en það er annað sem er að koma fram er bara svona versnandi hagur
heimila og þá kannski verstæðari heimila. Það náttúrulega stjórnvöld alltaf haldaði fram að heimilin hafið almennt miklu betra. En það að koma fram núna eins og þessi Gallup-könnun sem var bara í vikunni eða ekki, eða rétt fyrir helgi eða vikunni, að þeir sem ekki ná endur saman, þeim fjölgar. Já, við náttúrulega verðum vör við þetta. Við verðum vör við dýrtíðina. Fólk að senda okkur ábendingar hækkanir og verulega hækkanir stundum. Bæði í fjármálakerfinu og líka út í búð og fáum bara vikulega og daglega stundum bara ábendingar það. Reyndar það raunverulegt var að fólk bara reyndar ekki fólk ekki með neitt frábært verskinn, það oft með sem að heyri fólk segja að pókin sem að kostaði 9.000 kall í síðustu helgi, hann kostar núna 11.000. Já, nákvæmlega. En það náttúrulega svona óstöðuleiki drepur allt verðskinu. Það ekki hægt að leggja það á nokkurn mann að muna mjólkurverð yfir einhver tíma því að það breytist svo og það er svo margt og svo hvað segir maður, svona á óraukarittan hátt. Svo líka það þannig að verðmælingarnar eru á okkur tilteknum vörum og það kannski hreyfast ekki lítið en við hliðina eru vörur sem að rjúka upp í verði. Nákvæmlega. Þannig að það er svo erfitt að mæla sína eigin póka. Það þyrfti náttúrulega að vera auðveld og einföld leið til þess að fólk geti fylgst með sínum eigin verðhökkunum á sínum eigin vörupóka. En það er því mér ekki, en við verðum líka vöru við þetta, við þessa það að heimili eiga í erfiðleikum með að ná endum saman með því að við sjáum að smálánum að fjölga eða málum sem við fáum sem tengja smálánum að fjölga. Það er fólk sem bara getur ekki annað vegna þess að það er búið með penningin og hefur í engin önnur hús að venda heldur en að taka lán hjá okrarum. Nákvæmlega. Og við höfum dæmi það núna undanförnum vikum að smálánafyrirtæki Núnú að tæma bankareikninga hjá fólki og við teljum það vera ólöglegt og við hvetjum fólk sem hefur lent í því að hafa samband við okkur því að við erum við teljum þetta fara gegn lögum greiðsluþjónustu og að bankarnir séu þá ábyrgir. Að það ekki hægt að taka út það má ekki heimila að taka út hærri upphæð en svo að viðskiptavinur ráði við hana. Það er að segja, ef þú gerir samning við raforkufyrirtæki þetta, það megi fara inn á reikningiðinn hverju mánuð og taka út 9.000 krónur eða hvað sem rafmagnið kostar, þá er það í lagi, en þú mátt ekki það að veita raforkufyrirtækinu eða hvaða fyrirtæki sem heimild til þess að fara með inn á reikningiðinn og taka ótiltekna upphæð og jafnvel eins og í nokkrum tilvikum sem fólk sem hefur leitað til okkar að bara fyrsta mánaðar er bankareikningur tæmdur þetta má ekki? Þetta má ekki okkar mati og þetta er bæði ljótt bara á allan þann mælikvarða sem við teljum ljótleika. En getur fólk ekki stoppað þetta? Nú getur þú stoppað það með raforkufyrirtæki, það hætti að vera beingreiðsla. Jú, við teljum það að fólk geti það og að aftur með þeim fyrirvara þá hefur ekki reynt á þetta fyrir úrskurðarnefndinni eða heldur ekki fyrir dómi, en við teljum í þessu tilviki að greiðslu þjónustu veitandinn, þar að bankinn sé ábyrgur. Þannig að fólk þarf ekkert að díla við þetta fyrirtæki, heldur getur bara leita beint til bankans og bankinn þarf svo að gera endurkröfu á þetta fyrirtæki og eiga við það. Og fær fólk aðstoð við það hjá bankunum? Við erum að hefja þá vegferð. Það er dæmi að vanta neytendavendina inn í fjármálakerfið. Já, þetta við erum búin að benda á þessa vá frá 2020. Við höfum sendt erindi til FME og sendi erindi til Neytendastofu og báði þessir aðilar kasta boltanum eða þessari heitu kartöflu á milli sín fram og tilbaka og eins og í einhverju ping-pong og Seðlabankinn segir Neytendastofa ber ábyrgð, Neytendastofa segir Seðlabankinn ber ábyrgð, á meðan er fólk að missa aðleiguna sína út af reikningunum, á ekki fyrir leigu, á ekki fyrir mat, á ekki fyrir nauðþurftum. Þetta er náttúrulega bara og eftirlitsstofnanirnar eru í einhverjum borðtennis. Það er ekkert skrítið að traustið sé bara
farið í norður og niður sko. Nei, því miður það bara þannig, Breki. Kæra þakki fyrir að koma hérna, mjög áhugavert allt saman. Takk fyrir það. Takk sem meðis. Við ætlum að tala annað áhugavert mál sem líka deilt út í samfélaginu, hvort að stjórnvöld farið að vilja almennings. Það helvítis kvótinn eftir augnablik. Herðu, það hérna Svandís Svavarsdóttir að búa til svona sáttanemndir sjávarútveg, mjög flókið netanemndum sem að móta tillögur og markmið að búa til sátt sjávarútvegsstefnuna sem eins og allir vita hefur lítil sátt verið undanfarið. Hún ekki mikið farið fyrir umræðinni þessa tillögur nema kannski helst hérna við rauðaborðið því að nú fengi nokkra til þess að koma hingað og hingað komin Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Já, sæl. Þú hefur nú verið einn af hörðustu gagnrýnendur kvótakerfisins langa hríð. Alveg síðan 1983. Já. Og ekki haft mikið ávinning af baráttuðinni? Jú, ég vil nú segja það. Kannski ekki bara hérna, heldur annars það líka. Já, erlendis. Já, en hérna bara ríkir þöggun. Já. Ég var síðast í sjónvarpsviðtali 2005. Já, svo á Íslandi. Á Íslandi, já. Í svona 10 mínútur. Já. Út af því þeir voru að loka Breiðafirði fyrir línuveiðum. Já. Af því það var svo smár fiskur. Og ég komst að því að þessi fiskur sem var 55 cm, hann var frá 4 til 8 ára gamall. Hættur að vaksa. Já, af því að hefði verið snuður að veiðan bara. Já. Áttu við það að þeir sem að gagnrýna kvótakerfi í Íslandi að það bara hætt að tala við þá? Já, mér sýnst það. Þessi nefnd þarna, þetta nú saga út af fyrir sig, það nú búið að reyna margar svona nefndur. Einn var Steingrímur, þú manst eftir því, það var stóðnum bara gál held ég. Og núna ennþá stærri nefnd til þess að kannski flækja málið ennþá meira. Og þarna kemur að sko þessu fólk sem man ekkert eftir því hvernig þetta var áður. Nei. Og það svolítið merkilegt að ef maður lesi þessar tillögur eða þessi störð þessara nefnda þá það voðalega merkilegt sko það sem þeir eru að gera eða ekki gera. Já, eins og? Já, það til dæmis hefur ekki verið spurningar markmið lagana, af hverju náðist það ekki? Að svo að venda fiskistofninn og byggja Já, að byggja upp og hafa 5,5 miljón tonna stöðugan þorskafla, auka atvinnu í byggðlandsins og stabilitet og svo framvegis og framvegis. Hvað vantar mikið upp á þessa 0,5 miljón? Já, við erum ekki haldrættingar. Nei. Og búin að vera það ansi lengi. Þetta eru einhverju 1000 milljarðar sem búið að tapa. Það ekki búið að Efling byggðar hefur farið þannig að landsbyggðin í rúst.
einstaka pláss sem að standa uppi og hafa sangað að sér. Hvaða okkur heldum en það að væri hægt að gera þetta með þessum hætti, að með því að stjórna veiðunum, að það væri hægt að byggja fiskistofnin, þannig að við hefðum bara stöðuga afkomu af honum og getum haldið upp í byggð hringinn í Írlandi. Já, Excel sagði það sko. Já. Það glemdist að segja Excelinu það að fiskur þurfti að borða. Já. Þannig að þegar þú dróstu veiðum þá voru fleiri matinn og það olli því að fiskur fór að horast og 83 þá var veiðin ekki nema 300.000 tonn og þótti alveg afspyrnu lítið því að árið áður höfðu veist 480.000. Já. Við fórum nú stundunir í 100 og 40.000 tonnar ráðleggingu og við erum núna erum að fara niður fyrir 200.000 aftur. Já. Þannig að þetta við gjörsamlega mistekist en það er svo merkilegt að menn þeir eru ekki til eins og spurðir að því á hverju þetta svona, þeir eru ekki til að standa fyrir sögur, það er sko það er hérna meira að segja vinna þarf við þarfagreiningu í samræmi við Hafrannsóknastofnun og það er að auka fé til hafrannsókna. Já, ertu ekki lindu því? Jú, ég hefði viljað byrja að kenna þeim að túlka gögnin sín. Já. Hvernig ætlar að túlka það, hvernig er það þegar fiskum fyrir að horast, þá er það vegna þess að hann hefur ekki mat. Þá er bara, það er ekki hægt að friða sveltandi fisk. Það enda bara með skelfingu og svo kemur ný sveifla upp þegar margir eru dauðir, það voru aftur plás. Já. Og þetta skeður aftur og aftur. Mörgum sinnum, ég man eftir því að þannig að Hafrannsóknastofnun með veiðiráðgjöf sinni raunverulega hórar fiski niður. Já, hún er bara röng. Þetta er bara röng fiskifræði. Það gerir bara skaða. Já. Í fiskistofnunum. Já. Sko, 98 þá sá ég það að þorskur voru að horast. Það voru þau búin að friða og alltaf að auka kvótan voru ofsalega ánæður, teknaðu línuna áfram upp og ég man eftir því að þá var ég á fyrirlestur á Rótarifundi út á Sögu og sagði það að þetta, sko, fiskur væri farin að horast núna og þetta myndi ekki fara upp, heldur fara niður. Og þá spruttu upp 2 gormar, Þorsteinn Pálsson og Kristján Ragnarsson og útúðu mér fyrir svona djöfulsins vitleysu. Svo ég sagði, heyrðu, við skulum bara hittast eftir 3 ár. Og við gerum það og það hafði farið svona eins og ég sagði. Og það er svo illa að 2001 er haldin fyrirspurnaþing að beiðni Árna Matthísson til þess að athuga starfsaðferðir Hafró og þá hafði fengið vísindamann, Tómasson, doktor, sem hefur verið skólastjóri í Sameinuðu þjóða skólans í fiskifræði til þess að gera úttekt á gagnrýni á Hafró og þeirra vinnubröðum. Og það kom heil stór skýrslu það og haldið 2 dagar ráðstefnu. Það gerðist síðan ekki neitt. En hver var gagnrýnin? Tók Tumi undir hana eða safnaði hann bara saman? Já, hann tók því saman. Tók undir það sem að þú gagnrýndir? Já. Enda honum máli skilt, við unnum saman í mörg ár og hann var svo síðan í Afríku og þetta er bara náttúrufræði, þetta er bara bónda hugsunarháttu, þú getur ekkert sko bara náttúrufræði 101 með sem að það er sagt. Já, ég meina ef lömbiðin svelta þá þurfið ekki að kaupa fleiri lömb, þú voru að kaupa hei og hvað heldur að gerast þegar bændur hætti að slátra? Þá verður haginn fullur. Já, það er bara svoleiðis og þetta er bara náttúrufræði en því er bara neitað og það er ennþá svona og þetta er ekki bara bundið við Ísland, þetta er alheims vandamál. Það er búið að prófa þessa aðferð að minnka veiðar eða minnka sókn og stækka möskvall að hlífa smáfiski í öllum löndunum hérna í kringum okkur. Þetta er fyrirmæli frá ISIS. Sem er hvað? ISIS er alþjóða hafrannsóknar alþjóða hafrannsóknaráðið. Þar sameinast allar þessar stofnanir 1000 manna og þetta er línan sem er gefin út þar? Já, línan sem er gefin út. Og það er sjóðir upplifa þannig að þeir sem að fara stjórnvöld upplifa þau verða að fara að þessari ráðgjöf. Já. Þetta sé vísindasamfélagið hafi komist að þessar niðurstöðu. Og það er mikið kontrollerað af Evrópusambandinu. En ert þú þá ekki eins og sá sem afneitar línunjarðar af mannavöldum? Ég gerði það líka.
Við getum tekið það eins og eftir því. Það bara, þannig að þú ert að tala gegn því sem væri sagt að væri sko samkomulag meðal vísindarsamfélagsins. Já. Að Hafró að fara eftir því, en þú ekki. Já, ég er að fara eftir því sem en prófessor sagði þegar hann útskrifa okkur. Já. Hann sagði, missið aldrei sjónar á henni faglegu leiðarstjórnu. Það er að segja, átt aldrei kaupa þig. Já. Segðu það sem að þú heldur. En áttu þá við að Hafrannsóknastofnun að við látum kaupa sig? Já, þeir eru bara í þessari blokk með öllum hinum. Það er ekkit keypt hann, þetta er bara, ef þú kemur inn í svona samkundu hjá þessum fræðingum, æsisfræðingum og allir að fara mótmælingu, þá hjóla allir í þig. Já. Og það var þægilegt í þessum stofnum, eru allir sammála. Það er engin gagnrýni, en framför í vísindum verður ekki án gagnrýni. En er ekki svolítið galli við það sem að þú heldur fram að það er bara að veiða meira, að það virkar einhvern veginn eins og svona of gott til þess að vera satt, að við getum bara veitt miklu meira? Já, það virkar þannig, já. En sko, það er til 130 ára gamla rannsóknir af hennu fræga Knut Dahlin sem var að rannsaka silungsvell og hann var að mæla stofn með því að merkja fisk og svo veiður hann aftur og þá sér hvað eru merkti fiskurinn mörg prósent og þá getur þú reiknað át stofnin svona cirka og hann sagði þarna merkilega setningu og hann sagði það sko tjörnin var mjög lítil vatnið hann sagði það var engin vandi fyrir mig að veiða 30% að fá merkin aftur þegar ég fór endur við það ég gæti aldrei veit meira 50% það þýddi það að þegar hann er hættur að veiða þá er helmingurinn eftir og það er vegna þess að fiskur lærir á veiðarfærinu. Það er búið að reyna það, margóft að reyna að tæma vötn, ekki sjóin, þú getur það náttúrulega ekki, en vötn af fiski. Og sem við veitum í þessu vatni, við veitum ekkert meira og allt búið. Svo fóruð það 2-3 ára setna, það var allt eins og áður. Nú var ekki þorskurinn við Nýfundnaland og humarinn er meira minna farin, rækjan er farin, það er alls konar fiskistofnar horfnir. Er það ekki út af því ofviði? Nei. Ef það hefur verið ofviði við Nýfundnaland, þá hefur verið stöðugur straumur af fraktskipum að flytja hana fisk til Evrópu. Og markaður á þorski verðið hefur hrunið, það var ekkit svoleiðis. Það var engin þorskur sem kom að þessu meðum. Hins vegar, þá sást það að það kom þarna kuldapollur að norðan frá reynda Svalbarða og niður með Grænlandi og upp með í vesturmegin og svo niður með Kanada og þorskstofninn fellur við Grænland ári fyrir heldur en að gera við Kanada og það sést á gögnum að hann horaðist upp. Stærstu fiskarnir voru ekki nema 300-400 gram. Þannig að bara heilt stofn, hann bara eittist. Hann bara þurrkast út af hérna. Og ekki ofviði? Nei. En ISIS segir að það hefur ofviði? Já, það hendar sko. Það er þessi hræðslu stjórnun. Ætlar þú að vera, eins og ég sagt við mig, ætlar þú að standa fyrir því að við veiðum síðasta þorskin? Já. Það getur verið þannig að þegar það er svona svartar skýrslur og þetta andrúm þá getur verið ótti við að, eins og ég var að segja áðan, þetta er bara of gott til þess að vera satt. Akkur er ekki farið yfir reynsluna. Við setjum hérna á 200 miljónar landhelgi 1976. Búin að færa hann út í stigum. Þá var allan þann tíma meðan er frjálsókn á Íslandsmiðum í Barentshafi, Norðursjó og allstaðar í kringum okkur, þá var engin vandamál í fiskveiðum. Það veittist mismundi mikið. Stundum gott, stundum verra. Og ef það þurrkaðist hérna, þá fóru skipin annað og svo framvist. Þeir voru í kvóta, þeir fóru til Björnauga ef það veittist illa við Ísland og þeir fóru til Grænlands ef það veittist ekki við Ísland. En alltaf var fiskur, hann var aldrei kláraður. Síðan kemur þessi stefna að byggja upp stofna og hún getur gerst þegar að landhelginnar eru færðar út í 200 mílur, þá ræður þú allt í einu yfir þínu eigin. Já. Í staði fyrir að allra þjóði kvíkiti voru að veiða nýr í Norðursjó og Rússar. Þetta er bara sjálfstæðsbarátta Íslands, snerist þetta. Já, og annarra þjóða líka. Þá er farið að stjórna vegna þess að það gengur ekki að veiða fiskinn svona smáan. Það verður að bíða og lofunum að stækka. Þetta er allstað saman pólitíkin og það er reiknað og það sýnir sig að þetta er mjög hagkvæmt. Því þið glimta að segja tölvunni að hann þurfti að bolla. Já. Og
Hugsunin þú svo að í staðin fyrir að veiða hann 3 ára og þá látum við hann stækka og veiðum hann svona 6 og 7 ára boldungstorska. Já. Þetta er hljóma vel. Þetta hljóma mjög vel, já. Þetta er allstaðar reynd. Allstaðar sem ég þekki til hefur hvergi tekist að byggja upp stofna, hefur allstaðar farið niður. Norðursjórinn er farin frá 250.000 tónnum niður í 20.000. Það búið að loka Eystrasalti, þar veittust 400.000 tonn 84. Færiða með í Hallæri, það er búið að friða svo mikið þar, fækka fiskidögum. Norðursjórinn, sama, Skotar eru með 5.000 tonna þorskkvóta. Írska hafið er lokað og svo framvis og framvis. Getur talið, grænlendinga með helst ekki veiða og svo bullandi fiskur að þau vera geiman. Nýfundarlandsmið, það má ekki veiða nema pínulítið. Og ertu að tala um þá að það sé verið að bara veikja þessa stofna með því hann er bara að éta undan sér? Reynslan er svo að fiskveiðum hefur farið stöðugt hrakandi allstaðar þar sem þetta hefur reynd. Og það spyr engin spurninga, akkur er þetta svona? Ég er búin að flytja þetta fyrirlöstu, víða. Og vekum mikla athygli. Ég fór í Alþingi og skýrði þeim okkur Íslands veiðin hefði minkað svona mikið. Þeim fannst það mjög athygli. Þeir eru aldrei samband aftur. Ég er nokkurinn sem er búin að fara þarna fyrir þessa sjávarútvegsnefnd. En menn vil ég ekki trúa því. Það er bara sagt, færi og svo þeir einn svokallaði fiskifræðingur. Það er nú sagt um því að þú sett ekki fiskifræðingur, að þú sett vatnað fiskifræðingur. Já, Jakob sagði það einu sinni. Hafið er engin heiðatjörn. Það er náttúrulega alveg nákvæmlega það sama, en það sem er munurinn á vatni og sjó. Við skulum taka Vífilsstaðavatn hérna og finnur þá fiskur hverfur allt hérna. Þú veist að það var engin sem tók hann hvarf. Að því hann drást. Og drást að því hann vantaði fæði. Þú þarft ekki að skýra út fall fiskistofns í vatni sem ekkert er veitt í með ofviði. En þetta lýsir sér eins. Meiri sé að 1970 í handbók sem er gefin út þar í fiskifræði, þá segir Gölland sem var nú þeirra stórkall á sínum tíma, hann sagði það að það sem að lítur út sem ofveiði er í flestum tilfellum vanveiði ef að grannt er skoð. Og þetta er alveg hárrétt. Það er búið að loka Eystrasallinu. Akkur aldrei fiskverð sé svona. Þá getur ekki stofnið vaxið upp aftur. Nei, fiskurinn er ekki nema 200-300 grömm. Ég er búin að rannsaka þorsk þar í nokkur ár, skrifa marga skýrslur. Það getur ekki stakkað, af því að það er ekki nóg fæði. Já, sko eftir að Evrópusambandið setur kvóta þannig, Pólverjar fara inn og Eystrasaltlöndin fara inn, þá segir við þurfum að minnka sóknina til þess að fá meiri fisk. Það heitir í skýrslu, tómmu þykri skýrslu, less boats, more fish. Það voru 1000 bátar sem voru eyðilegðir og höggvuð upp og Möskvi stækkaður og ég sá það strax 2009 og tók þá til rannsóknar þorsk. Það var hættur að vaksa og ég sagði, ef þið haldið þess áfram þá endur það með skelfingu. Nú er búið að loka í 2 ár. Hvað gerist ef að fiskurinn næri ekki að vaksa og er þessi 200-300 grömm alla ævi? Verður hann þá geldfiskur og bara stofni hverfur? Nei, hann verður hrygnandi. Fyrstu einkennin er svo að fara að hrygna smærri. Hann er að reyna að koma sér áfram en hann er hættur ekki að hrygna smærri. Stærð hrygningafisks fer ekki eftir aldri, heldur eftir stærð. Þegar rétt áður hann hættir að vaksa, þá var hann kynþroska því að sér fram á það, hann getur ekki aukið hrógnafjöldan sinn. Og annarkvort ger ég það núna ég verð dauður á morgun. Þess vegna hrygnina smærri og smærri eftir sem fæðan minnkar. Smærri og smærri hverju? Þá smærri hrógnabókum eða verða fiskarnir sem hann getur af sér, var þeir minni? Hann verður kynþroska smærri. Eggin er alveg eins. Hann verður kynþroska smærri. En hann gæti jafna sig, stofnin gæti jafna sig eftir. Já, sko, fiskur eða náttúrulega þannig. Og afsakar, ég spyr bara eins og nefnandi á fyrsta tíma. Ég skal bara koma með þetta í teskjöðum. Nei, það er þannig að dýr reyna að koma sínum erfðaeiginleikum áfram. Og fiskur reynir það eins og aðrir. Og það er þannig að undir venjulegum kringustæðum en óra í þetta þá eykst hrógnafjöldin með stærð. Og margir fiskar eins og til dæmis lax, hann hrygnir bara einu sinni og loða hann ekki einu sinni. Þannig að það er að gera verða nógu stór og svo lendur að fara. Ef þú sér fram á það að þú munir ekki stækka,
þá getur ekki beðið. Þá voru það að hrygna smærri. Og við erum gert rannsóknir með þetta hérna á Íslandi að stærð bleikjur og hrygnir, hún háð vaxtarhraðan. Ef við láta kaktus blómstra til að fjölga sér, þá setur hann í ískap og heldur hann á hliðin og hættir að vökva. Þá blómstrar hann, að hann heldur að sé að deyja. En sko, það svo skrítið að í þessu, það er hvergi nokkuð staðar í þessari skýrslu sem frá henni, þannig að þessari stóru nefnd, minnst á það að hvernig stóð þetta fór svona illa hjá okkur? Akkur getum við ekki veitt meira? Það ekki gagnrýni á svona heildarhugsununa á baku þetta. Og svo annað sem líka í þessu sem mjög athyglisvert. Það sko, kvótakerfið mjög umdeilt á Íslandi. Hvernig stendur á því? Já, þú veist að því að svo komið þetta orðið einokun. Fákeppnið það. Já. Það haft bara mjög slæm áhrif á byggðirnar. Já, og þetta reynsla kvótakerfa allstaðar. Það samþjöppun, einokun. Af hverju ekki tekið málið allt því að, heyrðu, hvernig, fyrir það fyrsta, þurfum við að stjórna fiskuðum? Allt í lagi, ef þú þarft þess, hvernig gerum við það? Færeyingarnir byrjuði á því, þegar Danetinn sögðum þeir að setja á kvótakerfi eða þeir ölluðu sér að fá lán hjá þeim. Og þeir sett á kvótakerfi og hættu því eftir 2 ár vegna þess að sá að það bara gekk ekki. Menn voru að kasta fiski og svindla og breyttu ufsa í þorsk og öfugt og allavega. Svo þeir lögðu það af og settu niður allir og bjuggu til sóknarkerfi sem var byggt þannig upp að hvernig var flotinn þegar okkar fiskveðar gengur vel. Þá voru svona margir svona og svona margir þessi bátar, þeir voru svona sjó og voru þarna. Þeir bjuggu til kerfi sem hét dagakerfi. Og það byrjaði með 50.000 dögum, 40.000-50.000 dögum á öllu þessi skip. Þegar ég keði hana 2001, þá kemur skipunum niðurskurði upp á 36% og bann við ísuveiðum. Ég var kallaður þar sem óháður ráðgjafi af því að hann fekk sko frá ýmsum aðilum og allt í lagi með það. Ég kynnt þetta fyrir þeim áður á fyrirlestri. Nema ég eftir umhugsun og vinnu þá sagði ég við ráðherrann ég myndi ekki vera að skera niður. Ráðleikar ekki að vera að skera niður. Og hann fór eftir því. Sama næsta ár og alltaf jókst veiðin. 3. árið komin nýr sjávarútvegsráðherra og ég sé það að fiskur farin að horast og hann farin að éta slöngustjörnur og krabba sem þýðir fæðuskortur og ég sé nú voru þið að auka veiðina 15% lagði ég til og minnka möskvan í ufsatrollunum því að þið eru farið að veiða svo mikið að smámöskva í stórmöskva troll sem þýðir það að það svona ofbúslega mikið af honum. Þið verða að minnka möskvan til þess að greiðsinn halda neðan frá. Það var ekki gert. Þið þorðuð ekki. Auka sóknina, það var alveg sko. Og hvað Vildi ekki vera sekir af því að veiða þetta fyrsti 12 ára kreppu. Nú voru fiskidöðarnir komnanir í 12.000 úr 50.000. Það eru 70% af miðunum loku meira og minna allt árið til þess að friða uppvaxtarsvæði. Og fiskurinn þá lítill? Fiskurinn ekki kannski lítill en það lítill afli. Áður var hann búin að vera alveg frá aldamótunum 1900 eða 1915 þegar sögur byrjar, þá var þorskurinn búin að vera að sveifla svona frá 40.000 upp í niður í 20.000 og upp, að meðal veiðin svona einhvað 20-30.000. Núna kannski verið að veiða 5-6.000 eða 10.000 tonn. Og núna þarna var alltaf veiði og það var meðan Bretarnir voru inn í öllum fjörðum. En þú mást að útskýra fyrir mér nefndaðinum að fiskurinn minnkar af því að það minna fæði. Smækkar, já. En af hverju ertu að segja að það sé ekki ástandi í Færeyjum, heldur sé hann ekkert endilega minni? Það orðið, jú. Ég spurði að því hvort hann hefði þá minnkað eða orðið smærri. Já, sko. Hann smærri í dagana var 2001? Nei, ekki almennt. Nú hann farið að sveiflast þannig að fyrir hennu, ég man ekki alveg tímatalið, fyrir 3 árum þá allt í hennum fyllist alltaf fiski innum allar fjörur og bryggjur og þeir hendt út netum frá bryggjuhausunum. Og það ég myndir af því að torfur af fiski sem er eins og skrúlíkill og svo mál og þá
vildu ekki auka veiðarnar, heldur beðu, svo hvarf hann. Og bara eins og Nýfundalandi. Hvarf. Og svo byrjaði ballið aftur. Þegar ég er á fyrirlestur í Færeyjum, þá segir fiskifræðingurinn þeirra, aðal gúrúinn, að þorskstofninn við Færeyjar hefur aldrei verið svona lítill síðan sögur hófust. Eins og núna. Já, og hvernig, var það meira áður? Já, hvernig vissu að það var meira áður hérna í gamla þetta? Já, við fórum í útflutningstölur á skreið. Halló, hvaðan kom sáfiskur? Þeir voru nú á Íslandsmiðum hérna og viti salt. Svo borðuðu þeir vantilega einhvað að þorski. Útflutningur á skreiði áttu hefur að mæli hverða stoppstöð. Já, þeir heldu það. Ég hef varla búin að sleppa orðinu þetta 2016. Það fyllist alltaf fiski. Og þá ætlu þeir að lofanum að stækka og beðu. Og svo sprakk allt aftur. Og þú heyrir ekki þessa svona sögur. Þú má vel ekki segja frá þessu. Ég man eftir einnig sögur sem að Óli Ufsi segir. Já. Það þau voru að veiða og þá þetta verið Ufsi sem að var komið grjót í magan. Já. Og hann lýsir þessu þannig að svo þeir það dýpi. Þorskur. Það var þorskur. Það með grjót í magan. Já. Og svo fylgjast þeir með honum þar sem hann fer fram af og fer ofan í dýpið. Já. Og þá eins og fiskurinn sig að þingja sig til þess að komast dýpra til þess að leita einhverju fæði. Já, svo koma Færeyingarnir og segja við sjáum að fiskurinn á grunninu núna er með grjót í maganum, hann er að koma frá Íslandi. Já. Og þú sér þetta fyrir þér, það er svo Óli lýsir þessu, að svona hegðar fiskurinn sig. Færeyingurinn segja það. Hann er bara desperat að leita að einhverju fæði. Já. En annað sem er í þessu, ég voru að segja þér á hana, hvaða kerfi eigum að nota? Vandamálið er ekki að fá eins og alltaf að halda á lofti núna að þið borgi nógu mikið. Borgi nógu mikið hver? Útgerðin fyrir veiðiréttin, uppboð og afla og allt þetta. Já. Ef við fengir 10 milljarðar eða 100 milljarðar frá útgerðinni, það færi bara í sama svarthólið. Þeir myndu bara eyða meira. Það var allir peningar sem komið til ríkis sem fari í svarthólið. Þeir hverfa. Þeir fara ekki til fólksins í landinu. Hins vegar, ef að allir veiða til dæmis eins og var, þá fer aflinn á land, það sem hann er veitur, og fer í gegnum æðar þjóðfélagsins og skila sér til fólksins. Það verður bara eins og Akranes eða var í gamla daga þar sem að komu alls konar bátar inn, það var landað og það voru smiðjur og það voru netavegstaði og það voru ykkur sem var að selja kostinn og þannig að þetta hýslaðist bara bæjarfélag. Já, þetta var allstar, við munum eftir þessu bara. Ég fættur upp alveg Patró og hérna fyrir vestar nú myndirnar sur í Keflavík af flotanum sem var í höfnun. Það er ekkert eftir það. Það er ekkert eftir það. Nei, og það er ekki sagt, það skiptir ekki máli þó þið borgið fyrir það. Þetta er einokun. Þeir ráða verðin á fiskinum, þeir flytja nú. Ég ætla að spyrja það að því að þegar að Hafró er að ráðleggja og það minnkar alltaf aflinn, það var þannig að útgerðarmenn kvörtuðu, þangað til svona komið fram á 10. áratugum, þá hætti maður eiginlega að heyra það að útgerðarmenn var að kvarta yfir því að ráðleggingin væri of lítil. Af hverju hættar að kvarta? Óli Ufsi sagði mér það. Hann sagði hvort að hann var í stjórnin eða einhver frá þeim í stjórn Hafró og þá var einhver sem var að stinga upp á því það þurfti auka aflan og herja á það. Þá sagði nei, við getum það ekki strax, þeir eru enn að deyja. Þeir voru að svelta út. Litlu útgerðin. Já. Og núna, hvað voru að gera núna? Flytja allar útgerð frá Siglufirði og Ólafsfirði fyrir endarsennilega í Vestmannaeyjum. Akkur er ekki sest niður og reynt að taka á vandamálunni í stað fyrir að halda kvótakýrun sem að mun aldrei verða sáttum eins og það er. Nei. Eins og Guðmundur í Brím bent á. Já. Það verður ekki sáttum þetta. Nei. En það er nú kannski ekki margir sem tala svoleiðis. Nei. En eins og einhver sagði einhver tíman að markmiðið er ekki það að græða, hvað er hægt að græða á fiskvöðum? Markmiðið hversu margir geta lifað af þeim. Já. Hversu mikið þetta gefur inn í þjóðarbúið. Já, og þetta sérðu alls þar í kringum okkur og allar
niður í, það fer til Afríku hvar sem það eru fólk að veiða á litlum bátum og svona þetta heldur lífinu í fólkinu og skaffar því vinnu en það enginn að græða á því en þetta lifibrauðið eins og bóndinn eins og svona smærri útgerðir voru. Það eru engar tillögur í þessa átt, það sett niður fullt af fólki og ég sá það að ég fyrtist nú svolítið og gat ekki Skrifarðu bréf? Ég skrifaði bréf til ráðherra, já. Því að hún segir hér, það jafnframt bent á að starfshóparnir séu hálfnaði með vinnu sína og þeir hafa fundað með fjölda fólk, sérfræðingum, hagaliðum og almenningi, aflað fjölþættra gagna og lagt fram tilgátur og rannsóknarspurningar. Ég sagði bara, ég mjög óánægður með það hafi ekki verið tilkvæmtur sem bara, þó ekki sínum að ræða við mann, eins og að fara eftir því, af því ég búin að vera heila starfsa við þessu. Og eins og ég sagði þetta fyrirspurnaþings, það sem að Tumi skrifar heila ritgerð vinnubröð Hafró og á skriftatímanum sætti hann einelti á stofnuninni af því að hann var þar til húsa. Og það heldur ráðstefna, 2 daga ráðstefna, það ekki eins og tilvitnun í þessi gögn. Og hann ekki kallaður heldur til og engin gaggrínandi. Ég ekkert að segja endilega að ég hafi rétt fyrir mér, ekki við þá en fór helvíti þá ákveður ekki tala við hann. Af því það þöggun og ég spyr ráðurinn að því, hvað finnst þér þá þögn sem ríkir álit annar en Hafró stjórnun fiskveiða? Það bara hrein þöggun. Þetta búin að senda þetta? Já, ég hef bara ekki svar. Hálfum mánuður, nei. Herðu, að því að nú að byrja loðnuvertið. Já. Og það ráðlegging hvað megi veiða loðnu. Já. Og þú ertu sammálað því ráðleggingum? Ég veist að ég hef enga skoðan á því. Nó, okkur ekki. Af því það ekki hægt að mæla loðnu í sjó. Það ekki hægt. Þú veist að stundum finna þeir ekki neitt, svo finna þeir mikið. Svo kemur allt í kannski miklu meira. Já, en þeir eru með það gefin út kvóti. Það veit ég vel. Ég var í síldarleiti í 8 ár með Jakobi. Já. Við vorum saman í 8 ár að leita síld og ég veit alveg hvað hafið stórt. Þú getur ekkert mælt með 15 mílur á milli leiðalína fisk í hafinu. Það skilir þau að hann sé jafnt dreifður, hann bara alls ekkert jafnt dreifður. Svo þessar mælingar, ég hef ekki trú á þeim, þær eru mjög ónákvæmar. Og það væri miklu betra fyrir alla að segja, það má byrja að veiða 1. janúar eða 10. janúar, svo fara allir að veiða, þá kemur í ljós hvort mikið að lítið að lana. Og ef það lítið þá fara menn bara í land og hætta þessu? Ef það lítið þá hætta menn að veiða. Það ekkert flókið. Þetta hefur alltaf verið svona. Og það engin hætta á því að það verið veitt of mikið? Ó nei. Ákveð ekki? Hún að koma og hrygna hérna. Já, þú getur ekki tekið svona mikið magn. Það átti alltaf að skilja eftir 400.000 tonn loðnu hérna í den tíð. Það var tala sem að gröpin upp úr hatti, sagði Halldór Hermannsson á sínum tíma. 400.000 tonn sem átt að hrygna. Sem hrygnir og sem má ekki veiða. Já. En þegar hún að hrygna þá deyr hún bara ekki. Jú. En hrognin í 400.000 tónum af loðnustofni, veistu hvað þau ná utan á jörðina? Heldur þau ná utan á jörðina? Það myndi raða... Já, í Perlufisti. Ég ekki hugmynd. Þau myndi ná utan á jörðina 7.000 sinnum. Já. En ég veit ekki hvort það mikið því að hvað ein lítil loðna? Það teppi upp á 7 metra kringum alla jörðina. Já. En ein lítil loðna, hún hrygnir. Já. Bara 20.000 40.000 hrogn. 40.000 hrogn. En ég minna, hún þarf að gera þetta til þess að viðhalda sér. Já. En það ekki nema 1 promille sem lifir. Já. Þannig að það skiptir ekki máli. Sjáðu til, Danir kölluðu það í þorskinum í Norðursjó töfratalan 2. Hvað var það nú? Það var það að 2 þorskar sem hrygna, þeir skila cirka 2 í næstu kynslóð til þess að hrygna. Í þessum ógurlega... eins og kínverski kommunistaflokkur vil hafa. Þessi ógurlega fjölda hrognum og ógurlega mismundi stór hrygningarstofn, hann gefur alltaf jafn marga einstaklinga áfram. Það ætti að vera kannski, það aldrei 5 sinnum meira þorski sem kemur hrygningar.
eða 1,50, það alltaf sirka jafn mikið. Af því það bara fæðan í hafinu sem að ræður því. Já. En ekkert sem getur raskað því? Ef að veiðar mannsins getur ekki raskað því, eitthvað sem getur raskað því? Þú nefndir nú reyndar eitthvað kuldapolla á hann? Það sjálfsögðu það fæðuskilin og eitt og annað. Já. En maðurinn getur ekki haft áhrif á þetta? Nei. Maðurinn getur hins vegar eins og ég segi, það kannski ekki til sem heitir ofveiði, það til rönguveiði. Þessi rangaveiði að friða smáfisk og veiða ofan af stærsta fiskin. Þá farðu ójafnvægi, þú farðu allt of mikið og það gerðist þetta 1983 þegar allt í aflinn minnkaði helming milli ára, fiskurinn hóraður, stofnin léttist af því að hann óx svo illa og þá friðuðu menn. Við sögðum þá, það hefur aldrei hægt að laga þetta með því að friða fisk. Af því að við höfum reynslur annars það frá, þá erum við kallaði hafið engin heiðantjörn og allt þetta En það bara ekki hlustað. Það má ekki vera svona. Þetta alveg eins og loftslagskirkjan. Hún nú ekki grínur. Nú annað sem að ég tók eftir líka að bara núna fyrir nokkurum dögum var það í fréttum að Hafró ætlar að fara að byggja rannsóknarstöð í Grindavík til þess að kanna áhrif súrnunar sjávar á loðnu. Af því þessi ef að súrnun sjávar og hlýnun hefur áhrif á loðnuna og þá getur það þýtt stórkostlega fyrir þorskstofninu því að hann lifir á loðnu. Númer 1. Hafið ekki súrt. Það basískt. Það pH 8 og 7 neutral. Verstu spár gera ráð fyrir að fara niður í 7,7 á 200 árum. Það númer 1. Í öðru lagi löngu búin að kanna áhrif súrnunar á fisk. Ég var nú að vinna í því 69 og 70 í Noregi. Þá athuguðum við rannsökuðum 40 vötn átt að fara að virkja og við vorum heilt sömur að rannsaka 40 vötn upp á fjöllum og þar var sýrustæðinir í 5 og 6 sem bullsúrt og í þessum vötnum var það sem við sáum það sem var fiskur, það var allt í lagi með fiskin og það var allt í lagi með dýrin og skeldýr og allt eðlilegt, engin merki neitt nema fiskur dó í sumum vötnum. Við vorum að segja mikið losalega glemnir kallandi, þeir voru að spyrja, var ekki gott í Simlevatn? Var það ekki fín veiði þar? Nei, það var engin fiskur í því. Já, svo var það náttúrulega það fiskurinn var dauður. Þá hafði hann drepist vegna súrnunar og þá fór að rannsaka það og hann var settur í súrt vatn og það var sýrt og það gerðist ekkert út af sýrustíðinu. Heldur út af því að ál sem mikið hluti í vatni og mikið frumefni sem eiginlega allstaðar, það fellur út í súru og fellur út á tálknin og hann kapnar. Það var köpnun en ekki súrnun, skilur við sem að... Köpnun kom út af súrnuninni? Út að hafi árið ári? Já, en það var þú út að fara inn í 5. Og það miklu meiri buffur í sjónu, þú ferð ekkert niður, það spáði að hann sé fara að nálgast það eftir 200 ár sem að engi veit og það hefur engi verið spurður að því hver voru áhrif á fisk það ekkert einu sinni farið til Noregs og það var mikið lagt í þess að rannsókn. Það tilgangslösa rannsóknir sem eru í Grindavík? Já, það bara til að fá meiri pening skapa vinnu. Ég get ekki séð, þetta bara vitleisa. Á hverju spurja menn ekki hvað búið að gera í því? Ég man eftir því að ég var að vinna fyrir Kópavog og allt í einu kom einhver maður sem fræðingur sem hafði mælt svo mikið ál upp í Elliðavatni. Hann sagði að þetta var stórhættulegt fyrir fiskinn, það var svo mikið ál. Og ég var að spegla, hvað kom þetta helst ál? Var einhver sem keyrir landrófur út í vatnið? En hann glemdi því að það aldrei súrt vatn í Elliðavatni. Þannig að það var engin hætta. Við þurftum að láta gera rannsóknir í Noregi sem kostuði 5 milljónir á hafa ál á þess að vatni væri súrt. Það gerðist ekki neitt. Það var bara rannsóknarstofa í háskólanum í Oslo sem að gerði þetta.
og ég sagði, heyrðu, þú glemdir, þetta ekki nema vatnið sér súrt, þá fellur það út. Hann hafði glemt því. Þannig skiptir ekki máli þó að það sé í vatninu nema að verið súrt. Nei. Þannig að svona hlaupið yfir þetta og þar er ekki líka hlýtt og súrt, sko. En sjórin ekkert að hlýna. Já, segðu mér eitt, Jón. Nú ertu búin að vera að fylgjast með þessu frá því að kvótakerfið var sett á og það voru nú einhverja tilraun til að stjórna veiði áður en það kom. Og þú ert búin að vera þeirra skoðunar eiginlega allan tíman. Já. Að þarna sé eiginlega verið að sko minnka veiði í algjöru tilbúrsleysi. Já. Það sé verið að vera bara fórna, líklega ef maður myndi reikna þetta saman á þetta 100 milljarða og 1000 milljarða. Í 1000 milljarða. 1000 milljarða sem að Íslendingar hafa neitað sér að draga hingað að landi í nafni kirkju Ísis. Já, og hérna valdi byggðaröskun í landinu og umferðarvandamálum í Reykjavík. Það var ekki umferðarvandamálum og fólki byggja út á landi. Nei, ég er að segja að þetta svo gríðarlega rangl. Það ekki spurt einna spurningar þetta. Að ná markmiðum sem að voru settar í lögum og þetta kvóti myndar ekki eign og allt þetta dót. Sko. En það verið að stefna leynt og ljóst af því að engavæða þetta. En þú ert að lýsa sko hópi fólk sem Íslendingar sem að vaða áfram í einhverju stefnu sem eiginlega þvert á hagsmunum þeirra. Já. Og hvað þá að þessum hópi? Ég veit ekki, sko, allt. Ég veit þú veist allt fiskana. Hvernig stendur á því að mannkyn... Sko, allt sem ég hef sagt hefur staðist. Ég veit það, en okkur kemur enginn og spyr, býtu, gæti verið að maðurinn hefur rétt fyrir sér, ef hann hefur rétt fyrir sér, eins og einhver sagði einhvern veginn, þá það alveg, sko, geggja skandal sem að fara fram. Já. Við höfum voru með fund við Hafró í vor, þeim fannst það, eða sko forstjórinn var alltaf hann, en þarna voru menn sem að sko, sögðu, ég verðum bara ánæði með 200.000 tonn af þorski. Ég segi, hvar eru 500.000 tonn? Já, við erum bara ánæði með þetta er bara stöðut. Og hvað gerir þetta? Akkur fiskverð svona? Akkur getum við ekki borðað fisk vegna þess? Það allstaða fiskskortur út af þessum friðunum. Alla jörð, þegar ég var að segja það. Og það segir engin neitt, gerir engin neitt. Fólk í fiskeldi. Það eru meira framleitt í fiskeldi heldur en veitt, já, ekki? Já. Þannig það lausnin. Já, býtu, hvað alltaf að fá fóður alltaf? Lausnin, það ekki lausnin. Við látum akurinn ónýttan. Já. Við eigum stóran akur, við sláum hann ekki. Og þú veist alveg hvað gerist með tún sem ekki slegið. Það fyrir órakt. Og það eru fiskimiðin okkar, sameiginlega auðlindin okkar. Já, og hugsaðir hérna bara, normenn hafa notað sko fiskveiðistefnuna sína sem byggðamál. Íslendingar fara til Noregs og gera út og standa sér mjög vel. Það reyna leiði fyrir svona unga menni svo sagt til þess að fara í útgerð þegar fara til Noregs. Þú getur keypt bát í Noregi, þú fær einhvern kvóta til þess að byrja með, fyrir ekki neitt. Hérna stemt leynt og ljóst að því að murka lífið og smábátunum sko, líka. Það í tillögunum. Já, ég að segja það. Hvernig vogar ráðherrar sér að setja þetta fram fyrir þjóðina sem sáttatillögu? Þetta bara hlægilegt. Ég veit ekki, hvað getum við gert? Ég segi, sko, hvað getum við gert? Ég veit að hún nefndir áðan að fólki sem er í nefndinni man ekki aftur fyrir kvótakjörið. Þú hefur bara fættist inn í það, komstu vilt svo ára inn í því og telur að það sé eiginlega... Sko það eru 40 ár í ár frá því að setja á. 40 ár. Þeir sem voru 10 ár eru 50. Þannig er ég að tala hérna kvótakjörið og ég fæ bara svona kalla eins og þig til þess að koma. Það eru þeir sem eru yngri, þeir skilja ekki þetta hvernig. Og skilja ekki skaðan að því. Nei, og það er alltaf verið að segja það að tventið sem verið að skröka á okkur að það hefði allt verið á hausnum hérna áður en þetta kerfi kom og það hafi lagað að þessum miklu höra fisk fyrir því að kvótakerfi gerði það. Það var ekki kvótakerfi í Færeyjum, þeir eru með betri fisk heldur en við. Og í kælitangi skipum og svona sem var, það eru fiskifræðingar í Færeyjum sem er búin að eðilega kvótakerfið, eða þeirra kerfi, sko, ekki sjómennirnir, en þeim er kennt og
þetta svona þetta. Herðu Jón, það er eitt sem við getum gert að við getum rætt kvótakerfi hérna og við ætlum að halda því áfram. Já, takk fyrir að koma hérna. Endilega. Já, nú erum við búin að tala á lengi, nú klukkan orðið margt, 10 fréttir eru búnar og kallar okkar aldrei og bara vera að fara 10 sér til rekki. Já, þetta nú alltaf. En ég fæði nokkuð setna til þess að koma og ræða þetta. Því þetta náttúrulega eitt af mikilvægstu málunum sem í gangi núna, það því að hugmyndin að út úr þessu nefndastarfi komi lagafrumvörp sem verður gerðar lögum, einhver leiti núna í vor, en vorið 2024 og þá verður eiginlega búið að festa núverandi kvótakerfi endanlega í lögum á Íslandi. En gætt að því, takt þetta því að það er enginn á alþingi nema kannski 1 eða 2 úr flokki fólksins sem að nefna þetta, Það er bara alveg, og þetta svo galið, menn höfðu svo svakalega reynslu af kerfinu sem að Steingrímur sett á þetta hringborðið og allt þetta. Nú það var sáttanefnd, það var Jóhannes Nordal var með einhverja nefnd. Og takt eftir ég fór að lesa í tilvitanir í þessari sem að nefndin vísar í sem heimildir. Það er nú í fundagerðum ekkert, það var talað síðasta fund og það var rætt við Sigga og það var ekkert hvað var rætt á þessu fundum. Nema það er ekki tilvitnun í skýrslunars Tuma í þessari í litteratúrlista. Hún kemur 2001. Hún er ekki nefnd. Það sem var verið að vera gagnrýna algjörðum grundvöllakerfinu. Hefur þú lesið þessa skýrslu? Nei, ég hef ekki lesið það. Ég skal gefa það link á hana. Hún getur sett hann upp. Hún er mjög góð. Hann talaði við fullt af fólki, en hann fikk skammir fyrir að hafa talað við mig. Svo skrítið. Svona er þetta bara. Og eigum að sætti Guða? Nei. Höldum áfram. Við höfum mjög skamman tíma til þess að bregðast við. Já. Því að það er núna í gangi tilraun. Ég hef festi þetta raunverulega endan í sessi. Þannig að eftir vorið 2024 þá verður þú sinnt að rísa upp. Já. Það er hættan. Ég veit það. Herðu, gaman að fá þig. Ég þakka Jóni og öllum mínum gestum fyrir að koma hingað við rauðaborðið. Þakka ykkur fyrir að það var hlustað. Bend ykkur á að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi í samstöðarinnar. Það gerir það með því að læka síðurnar okkar og dreifa efninu. Ef þið viljið styrkja samstöðuna þá getið þið gengið í alþjóðfélagi. Það er gert með því að fara inn á samstöðum.is. Það er hnappi sem heitir skráning. Það kostar ekki nema 2000 skall á mánuði. Það er svona eins og áskriftar samstöðunni að taka þátt í að byggja upp samstöðuna. En takk fyrir í kvöld og góða nótt.